Jæja, nú komið að þessu. Oh my god, helpepp. Wow. Ok, ég verð alveg að játa, ég alveg low-key stressuð, sko. Smá stress í gangi hérna í stúdíónu. Hvað smá kvíðakast milli vinna, skilurðu? Á milli systkina. Guð minn almáttugur, herra minn. En allavega verið bara hjartanlega velkomin í podcastið Áhugavaldar. Ég heiti Anna. Og ég Daniel. Oh my god. Nei, ég heiti Ari. Við erum sér systkini frá Sveitabæ hérna í Húnabyggð. Ari litli óþolandi bróður minn. Og Anna eldri óþolandi systir mín sem samt minn en ég. Ekki alla kanta svona. Hey, ok. En sérst úr sveit hérna í Húnabyggð, en við erum reyndar staðsett núna á Blönduósi. Svakaleg place. Sko, ég að segja þér að Blönduós staðurinn. Ég bara skil ekki okkur að búa ekki allir hérna. Við erum að tala hérna bara Blö City, Costa del Blö. Costa del Blö? It's the place. Þeir að fá hennan þátt lóðbeint frá Costa del Blö. Nei, Blönduós reynda mjög næs. Já, ég bara elska Blönduós og bara ætti allir að búa hérna, sko. Já, podcastið okkar heitir sem sagt Áhugavaldar. Sem bæði við geggjana. Segir svona. Geggjana. Sko, basically, þá bara finnst okkur Ara mjög mikið á óhefðbundnu drasli vera mjög áhugavert. Og við erum basically alltaf að infodumpa hvort annað eitthvað ógeðslega random, handahófskent. Og það skemmtilegasta við það eiginlega hvað við erum sjúklega ólík, sko. Við vitum eiginlega ekkert alltaf hvað hitt að tala um. Það eiginlega aldrei, sko. Literally eiginlega aldrei. Svo við hugsaum bara, ok, af hverju erum við ekki að taka þetta upp í alvörinu? Við erum alltaf yapping, bara eitthvað, we should record this. Yeah. Andjós, ég sko helpepp í þetta. Ég líka, sko. Plus það, þá erum við bara bæði með, þú veist, allt of mörg áhugamál, sem væri bara mjög gaman að áhugavalda áfram. Úff. Nei, samt ángríð, sko, ég fæ valkvíða öll kvöld hvað áhugamál ég ætla að velja, sko, bara eitthvað, hvað á ég að gera? Já, það svolítið sem, sko. Tengirðu það? Ég líka alveg smá þannig að, þú veist, ég fæ bullandi áhuga á einhverju, skilurðu, og þú veist, ég verð að eignast bókstaflega allt sem að tengist þessu áhugamáli og svo ég bara... Já, ég tengi reynda mjög vel við það, sko. Stundum það maður bara kaupa allt sem maður sér, en maður, þú veist, ég veit ekki, ef maður finnir eitthvað skemmtilegt. Já, og svo þegar maður búin að eignast allt, þá bara eitthvað, you know what, never mind. Vá, ég bara með svona litla innræðu hérna í byrjun, guð minn góður. En já, allavega markmiðið okkar með þessu podcasti bara, þú veist, að have a good time, skilur, hafa góðan tíma hérna saman og með ykkur, bara elsku hlustendur. Finn eitthvað áhugavert, gera eitthvað skemmtilegt. Og bara, þú veist, hver veit hvort við náum að áhuga að valda ykkur eitthvað, þú veist, svona interest-fluensa ykkur. Þetta var svakalegt. Ekki influensa heldur, interest-fluensa ykkur, að einhverju geggju. Eyjó, heyrðu, þá bara innræðan mín búin, guð minn góður. Þetta átti að vera svona ógeðslega, sko, ég var búin að skrifa upp alveg hellinga notes hérna, alveg bara þvílíkt professional. Ætlaði að koma með eitthvað svaka flott hérna, flotta kynningu á okkur. Ég fannst það nú bara frekar professional, sko. Var það professional? Það var professional. Ég er bara eitthvað svona breathing a little lighter. Ég var ógeðslega stressuð fyrir að segja það intro. Já, það er nú ekki skrítið, það fyrst í þáttunum okkar. Já, ég var bara eitthvað, oh my god, ég var að koma sér rétt frá mér. Mér finnst sko ég hef bara verið in Japperville, bara að jappa. Þú veist, fólk eru örugglega búið að sofna yfir mér bara eitthvað, oh my god, hvað er þessi gælla? Hvað er það að meina? En já, við bara vonum alveg innilega að þú, kæri hlustandi, hafir ógeðslega gaman að þessu sem við ætlum að jappa hérna. Ok, kannski ekki jappa. Þetta verður gaman. Jarpa? Já, oh my fucking god. Hvað er jarpa aftur? Nei, það er ekki, þú veist, mím eða eitthvað. Jarp. Mér minnir að jarp sé íslensk orð fyrir mím. Nei, það er jarm, sko. Jarm. Jarp, er það ekki svona litur á þú veist, dýrum eða eitthvað? Að vera jarpur. Hesti. Sko, það finnst jarpan hest. Guð minn góður, ég veit ekkert hesta, sko. Við erum úr sveitin hana. Já, lít ég út fyrir að vita hvað hesta eða? Oh my god. En já, við náttúrulega vitum ekkert hvað við erum að gera hérna, sko. Við erum með mixer og mikrofón og ég veit ekki hvað, en við náttúrulega, þetta verður ekkert fullkomið hjá okkur svona í byrjun, sko. Ég meina, þú veist, hvað er fullkomin? Náttúrulega, hvað er it's an illusion. Þú varst að læra um Immanuel Kant. Ég meina... Oh my, sko, bara, veistu, þegar ég var að skrifa hérna introð í tölvunni, ég var bara eitthvað, þetta er svo miklu skemmtilega heldur en að skrifa einhverja ritgerð fokkin Immanuel Kant. Hvað meinar? Kant er með skemmtilegar kenningar, sko, Ok, ég og þú erum ekki með sama definition af einhverju sem heitir skemmtilegt, sko. Ég bara fokkar. En já, þó að þetta verði kannski ekki fullkomin fyrsti þáttur hérna hjá okkur, þá erum við sann ógeðslega spennt. Ég er sko, alveg bara, ég er illa helpepp, sko. Ég er það líka. Það sem þú varst að segja. Ertu ekki að meina þetta? En já, við ætlum bara að fara að vippa okkur í umræðefni dagsins. Ég er svo peppuð. En árum gerir það, þá ætla ég að koma með smá svona disclaimer. Hvað er það á íslensku? Disclaimer? Ég veit ekki. Nei, sko, ok, disclaimerin er sérst það að ég er með Tourette's og ég vona að verði ekki ógeðslega pirrandi. Ég veit að getur verið pirrandi, ég skal reyna að klippa út bara allt sem ég get, en það mun alveg eflaust eitthvað koma inn í þáttinn, sko.
Það er bara gaman, það er bara fyndið. Ok, fyndið. Ok, ég meina, já, það getur alveg verið það. Bara, Þú veist hvað ég meina. Þú veist, it gets to a point. Á einhverjum tímapunkti þá verður fólk bara, jæja, Anna mín, stop it. En ég meina, bara vonandi, bara munið ekki skipta eitthvað ómiklu máli. Nei. Ég er að spæði bara að reyna að hunsa það að vera bara ég og allir vera help pepp, skilurðu. Tí. Ok, áður en við byrjum á umræðunni dagsins, þá ætlum við að taka smá svona áhugaverðar staðreyndir. Af því það er skemmtilega svona icebreaker, ertu ekki sammála? Það er skemmtilega icebreaker. Við reynum samt að taka það í flestum þáttum held ég sko. En já, við reynum allan að hafa það sem svona fastan lið, að vera með svona áhugaverðar staðreyndir. Já. Og byrja þú bara, Heyrðu, ertu ready í þessar áhugaverðu staðreyndir sem ég er búin að ég hef sjaldan verið jafn tilbúin. safna mér saman hérna? Ertu búin að safna þér saman áhugaverðu staðreyndir? Ég er svo stil í það. Ok, fyrsta. Chewbacca. Chewbacca úr Star Wars, stjörnustýrið, er byggður á hundinum hans George Lucas, sem er sko direktorinn í Star Wars. Sko. Vissir ég var að fara að segja hver er George Lucas? Já, ég veit. Anna náttúrulega sko, Anna er þekkt fyrir að bara að vita ekki shit sem allir aðrir, þú veist, bara svona almenna þekkingu sem allir vita, þú veist, hún getur vitað skrýtnustu, ég veit ekki, staðarindur fucking snigla eða eitthvað. Ég elska snigla, sko. En svo þegar það kemur að bara svona almennir þekkingu, þá, ég veit ekki, hún er stundum átt að túni með. Nei, sko, alveg, ég nenni ekkert að hlusta á eitthvað svona almenna þekkingu. Það er ekkert gaman. Hvað meinar? Já, heyrðu, hvað með það? Heyrðu, já, Chewbacca úr Star Wars, stjörnustríð, er byggður á hundinum að George Lucas. Ok, sem að gerði Star Wars. Sem var Alaskan Malamute, eða ekki hundurinn, sko. George Lucas gerði Star Wars. Já, hann var ekki Alaskan Malamute. Býttu, what? George Lucas er maður. Já, hann er maður. Hann er ekki Alaskan Malamute. Ég veit ekki hvað þú segja það. Já, það sést, hundurinn hans hét Indiana og það var líka innblástur fyrir Indiana Jones myndinar. Hundurinn á George Lucas? Já. Var hann innblásturinn fyrir Chewie og Indiana Jones? Og Indiana Jones. Vá, þetta var... Af því að hann heitir Indiana. Þetta var mjög áhugaverð staðreind. Ari, takk fyrir þetta. Ég náttúrulega elska Star Wars, sko. Allir sem þekkja mig vita að ég elska Star Wars. Já, ég bara get ekki skilja það, sko. Nei, þú hefur séð Star Wars. Sko, ég hef séð... Gunnar lét mig horfa á alla Star Wars myndirnar. Af því að þeir eru geggjaðar. Star Wars. Nei, hann lét mig horfa á alla Star Wars myndirnar. Við tókum alveg bara nokkuð kvöld og tókum marathon í þessu. Ég get ekki sagt þér neitt hvað gerðist. Það er dreamer minn, sko. Það var gælla með svona snúða í hárinu, svo voru 2 gæjar með sverð og það var Tveir gæjar? Já, svona gæjar með henni, Það voru margir gæjar með Æi, aðal gæjar, svona sóló-gæjin. Hann Solo var ekki með geislasverð. What? Heyrðu, fyrir bara næstu Heyrðu, ég skal koma með næstu staðreind. Staðreindin mín, fyrsta áhuga Solo Sko, fyrsta áhugaverða staðreindin mín er svo að Ari, vinur minn hérna, bróður minn, Vinurinn. ég er með áhugaverða staðreind þig. Ari, já, það er semast, mín áhugaverða staðreind er svo að hann getur ekki rópað. Það bringar það Ég er að calling you out, hann getur ekki rópað. Það er bara svona, þú veist, þegar Ari þarf að leysa vind upp úr sér, þá kemur ekki róp. Það kemur bara svona hljóð eins og niðurfalli svona. Já, þetta er eitthvað læknisfræðilegt, sko. Það er einhver vöðvi slakur í hálsnum á mér. Ég get ekki rópað, já, það er satt. Þú ert bara of chill. Það er alveg gott dynamic, eins og ég segi, við erum eins og svart og hvít hérna, það er gott dynamic. Það er fínt að einhver sé til að þér. Næsta áhugaverða staðreind. Ég er svo pepp. Vissir þú? Anna, vissir þú? Örugglega ekki. Að froskar drekka ekki vatn með munninum. Þeir drekka ekki vatn með munninum. Froskar? Já. Ok. Þeir drekka, þú veist, innan gæsalappa, með því að drekka í sig vatn í gegnum húðina. Hættu. Þess vegna eru alltaf að synda, sko. Oh my god. Ok, það er reyndar sjúklega interesting. Það er þetta áhugavert. Þetta er reyndar mjög áhugavert. Ég náðu áhuga að valda þig Oh my god, þetta er góður ísbrjótur. Ok, staðreind hérna númer 2 hjá mér er það, ef þú setur venjulega kókdós í vatn, þú veist, svona kókidós, þá sekkur hún, en ef þú setur kók zero dós í vatn, þá flýtur hún. Já, ég er eitthvað hér þetta þar. Já, þetta er sko, þetta apparently hérna er út af svona density, eðlilegs massa, af því það er sykur náttúrulega í venjulegu kóki, það sekkur, hvað er þetta? Fullt af sykri. Sko, fólk með greind, það veit þetta örugglega. En við erum bara eitthvað, we're getting the news, hérna skilurðu. Já, ég heyrðu þetta, ég veit ekki, það er mörg ár síðan ég heyrðu þetta. En ég mannst eftir að heyrðu þetta. Ok, Ari, komdu með eina í viðbót. Höfum þetta 3 ára mann í dag.
heyrðu, þriðja áhugaverða staðinn sem ég er búin að sanna mér að hérna. Hvað er með það? Meðalmanneskja Meðalmanneskja. blikkar augu sínum 14 til 17 sinnum á mínútu. Oh my god. Hvernig finnst þér það? Sko, Nei, nú er blikka ekki þetta og það er ekki satt. vá. Ég er ekki búin að blikka 14 sinnum síðan ég sagði þetta, sko. Sko, það sem mér finnst þetta bara mjög áhugavert, en núna er ég orðin ógeðslega meðvitum að ég sé að Hugsa um að blikka. þetta blikkar. Ari, ertu tilbúin í mína seinustu áhugaverðu staðrind? Já. Ok, Fred Baur, Fred Baur, Bauer. nei, B-A-U-R, Fred Baur, What? maðurinn sem fann upp Pringles. Hann er grafinn í Pringles-dollu. Hættu. Nei, hann var brunninn, og þetta er actually fact, þú getur googlað þetta. Hann var, Ég er bara í svona lítilli Pringles-dót. nei, bara svona í svona Pringles-hólk, skilurðu. Og ég var að hugsa svona hjúts líkistu sem lítur út þessu Pringles-dótla. Nei, hann var bara, þú veist, hann bara öskurinn, Öskur hvað? askan hans, Öskurinn hans? Jesus, sérst, já, askan hans er grafin í Pringles-dollu, svona stóran hólk. What? Bara, já, bara, þú veist, það er alveg lóki í sleið. Þetta var enda mjög áhugavert. Er það ekki? Ég var bara, þú veist, ég er stolt af þessari, sko. Það var áhuga að valda með það. Oh my god. Þetta var geggjaður ísbrjótur, Ari. Mér fannst þetta bara ótrúlega næs. Þetta náði að slaka smá á hérna, þú veist. Þetta var flottur ísbjörn. Já, en heyrðu, já, við ætlum bara að demba okkur í umræðefni þáttarins. Ég er bara ógeðslega spennt. Andjóks. Ég get ekki verið meira spenntur. Ég er bara, þú veist, ég er peppi. Ég er búin að leggja hann með tölvuna. Take the stage, bara, Ari. Heyrðu, já. Ég er búin að safna mér hérna mörgum skemmtilegum sögum Ok. frá Museum of Reddit. Oh my god, yes! /Museum of Reddit. Ok, vá, hvað ég er spennt. Jesus, ég elska Reddit-sögur. Já. En hvað sér, Museum, er þetta eitthvað svona sögulegt? Ég nenni ekki að fara að tala um Napoli. Nei, þetta er ekki, þú veist, þannig museum. Þetta er bara svona, þetta er svona samantektir af vinsælustu og svona, póstar. Basically bara gett vinsæli póstar á Reddit sem að Vinsæli hafa póstar, já. svona blow up ef við fáum að sletta þess. Já, bara svona sögulegir póstar. Bara svona, já. Sem voru, þú veist, mikilvægir á Reddit. Já, bara eitthvað sem að svona, bara this made history of Reddit að þetta eru svo góði póstar. Herru, já, fyrir þá sem veit ekki hvað Reddit er. Já, let's go. Það er náttúrulega að vita það ekkert allir. Nei, ég því miður eigi alveg slatta tíma á Reddit. Ég get alveg verið sami hér. Reddit er awesome. Já, en Reddit er sem sagt bandarískur félagsfrétta samfélagsmiðill. Skráðir notendur, almennt kallaðir redditorar. Þeir senda inn efni á síðuna eins og tengla, textafærslur, myndir og myndbönd og svona sem eru síðan kosin upp eða niður með sem kallast uppatkvæði eða niðuratkvæði, þú veist, up og downvote. Ég elska það, það eru örarnar upp og niður. Já, þú veist, öranar, já. Ég er alveg, sko, ég bara er mjög mikið að því. Ég uppbóta í bara hiklaust. En mér finnst eitthvað fyndið. Ég er meiri svona lurker, sko. Já, ég var skoða en, þú veist. Já, ég var lurker en núna er ég bara eitthvað, ég tek virkan þátt á Reddit, sko. Ok. Herri, já, færslur eru flokkar eftir efni í notendaspjallsvæðum en kallast subreddits. Færslur með fleiri uppatkvæði en aðrar birtast oft efst á subredditinu sínu og ef það fá nægilega mörg uppatkvæði þá ná það stundum einnig að birtast á forsíðu síðunar. Það er svo slei. Reddit stjórnendur stjórna samfélögunum en umsjón er einnig framkvæmd af subreddit sértækum stjórnendum sem eru ólaunaðir sjálfboðaliðar. Love that for them. Já. Þeir eru stundum með svakalegt orðspor á sér, sko. Herri, já. Anna, hefur notað, já, ertu mikið á Reddit? Ég er sko bara unfortunately svolítið mikið á Reddit. Ég er alveg manneskja sem fer upp í rúmskilur á kvöldin og bara eitthvað á meðan Gunnar sopnar sko á 5 sekundum þá er ég bara eitthvað, ok, ég ætla að fara á Reddit og scroll my way down there, skilur. Ég meina, já, maður festist svakalega. Sérstaklega þegar maður finnir eitthvað skrítið sem er bara geðveikt. Þú veist, ég veit ekki, það er stundur lendir mann í einhverju kanínuhólu sem bara... Ég ándjóks, ég bara, þú veist, það eru sum subreddit þarna sem eru svo ógeðslega furðuleg. Það er svakalega. Þú veist, ég fór inn á eitthvað Never Broke a Bone daginn. Ég elskar Never Broke a Bone. Oh my god. Ég er ennþá þar inni að því ég hef aldrei brotið bein. Sama hér, ég hef aldrei brotið bein. Ég ætla að vera heppin. En já, ég nota Reddit og ég festist mjög ofta í sérstaklega á kvöldin þegar ég er að fara að sofa. Ég líka bara, þú veist, ég tek virkan þátt, sko, ef það er einhverju umræður. Ég kommenta og ég uppvota og downvota og bara, ég veit ekki hvað. Já, ok, ég er ekki mikið að því, sko. Nei. En mér finnst mjög gaman að skoða, sko. Já, það lörkar, sko. Hvað skoðar þú best af afræðum? Viltu vita það?
Ég skal bara opna síma minn og sjá hvað kemur fyrst á Reddit hjá mér. Ok, Ari, fyrsta subreddit sem kemur upp hjá mér þegar ég finnur Reddit Love Island TV subreddit. Damn. Ég náttúrulega, spurði mig eitthvað Love Island. Ég veit allt Love Island. Hvað heita, frægustu keppinautarnir þetta síðan? Ég ætla að segja þessi Millie. Bro, Bobby Brown eða? Nei. Og svo eftir því, þá kemur hérna Ask Reddit, svo kemur subreddit Anxiety, svo kemur subreddit Cardiophobia, sem er subreddit fyrir hjartakvíða. Ég get ekki sjálf á mig. Smá heilsukviði. Pínu heilsukviði, en svo kemur hérna Productivity Cafe, ég fíla það. Hæ? Hvað er það að segja? Productivity. Já. Og svo kemur hérna Reddit Live, Am I the Asshole, það er eiginlega uppáhald. Am I the Asshole er uppáhald með. Svo kemur Iceland, það er líka eitt af mínum bara uppáhald. Búðin eða landið? Landið, goddammit. Og hérna, ég er líka mjög mikið inn á No Stupid Questions. Ég elskar No Stupid Questions. Ég meina sumar spurningar eru mjög stúpid. Stundum er ég bara eitthvað, ertu að spyrja, ég hugsa það og ég er alveg, ekkert voða gáfuð. Ekkert svona. Ég meina, þú veist. Þú er með skarpari skeiðum í skúfunni, sko. Er það ekki hnífum? Er það ekki skarpasti hnífum? Já. Ég er líka rosa góð, ég skilja kaldhæðni, svo heyri ég. Þú elskar Reddit. Ég vil líka bara elska. Þú myndi segja að það var í stór Redditor. Stór Redditor, ándjóks, já, ég myndi segja það og ég actually er alveg að elska að þú sérst að taka það í fyrsta þættinum okkar ég ákvað, ég er pleasantly surprised. Ok, já, sem sagt, já, Museum of Reddit subreddit þar sem sögulegir Reddit postar eru varðveittur og geymdir. Subredditin lýsir sér sjálfur í eftirfarandi orðum: sögulegustu færslur og athugasemdir á Reddit. Subreddit tilengaður skráningu færsla og athugasemda sem munu festast í sessi í sögu Reddit. Oh my god, ég elska þetta. Ég elska líka bara að þú sérst búin að bara hafa fyrir því að íslenska þetta. Ég er búin að heyja svo miklu tíma í að því oh my god, þetta er dedication. Þetta er bara hérna, vá. Þessi subreddit var skapaður 20. febrúar 2013 og er það bil 47.000 meðlimir í honum. Oh my god. Það er samt ekki, ég held að þetta verður meira. Akkur er ég ekki að inn á? Jesus. Þetta er frábær. Já. Reglur subredditsins eru eftirfarandi. Færslur þurfa að vera minnstakosti 6 mánaða gamlar. Og bannað er að gefa færslum niðuratkvæði. Er bannað að gefa þeim niðuratkvæði? Já. Er það bara actually það góðar eða þú veist? Eða bara má ekki. Damn. Ég veit ekki alveg hverju, en það má ekki. Það er reglunum. Ok, ég elska líka bara, ég elska í svona Reddit-hópum hvað er alltaf svona reglur. Og fólk bara fer eftir þeim. Bara eins og ég Never Broke a Bone. Já, sko, það er alltaf misbreytingar. Við erum eftir reglum að Reddit, sko. Ok, reyndar, þú veist, eins og ég Never Broke a Bone. Þegar fólk brýtur bein, þá er það bara að postara myndinni bara eitthvað I am an absolute disgrace to society. Já, og svo skitt allir yfir hennar. Já, bara eitthvað. Náttúrulega í góðu gríni, sko. Já, bara mjög gott grín, skilur. Þú veist, við erum ennþá heppin. Eru eftir tilbúin bara í fyrsta postin sem ég ætla að taka þessum subreddit? Ég er svo tilbúin, ég er svo spennt að ég geti alveg ekki beðið, sko. Hvað er spennt? Viltu fá skala eða? 1-19? Alveg sko, what? Hérna, fyrsti postin er sem sagt var birtur á Today I fucked up. Í dag klúðraði ég. Í dag klúðraði ég. Ég elska, þú ert búin að íslenska þetta. I love it. Af notanda sem heitir Not No Potato fyrir 11 árum. Ok, bara let's go. Þessi póstur er sem sagt 11 ára gamall. Í dag klúðraði ég með því að reyta foreldra kærustu mína til reiði með því að þykjast ekki vita hvað kartafla er. Ok. Hvernig finnst þér þessi titill? Mjög confusing. Hann klúðraði með því að reyta foreldra kærustuna sinni til reiði með því að þykjast ekki vita hvað kartafla væri. Þykjast ekki vita hvað kartafla er. Almáttur, hvað ertu að fara út í, sko? Ok, ég er tilbúin. Let's go. Leyfðu mér að segja ykkur frá slæmu mistökunum sem ég gerði í kvöld. Ok. Kærasta mín, sem ég skal segja þér, er aðeins önnur kærasta mín ever, sagði að ég væri boðin í kvöldmat með henni og foreldrum hennar. Heppin. Ég var mjög agndofa, tauga óstyrkur og feiminn við að vera boðið í slíka aðstöðu. En ég vissi að ég þyrfti loksins að rumpa því af. Ég elska svo þýðingu. Þetta er frábært. Þess. Ég hitti á þau vel, skal ég segja þér, og það byrjaði á góðan hátt. Allt í einu datt mér í huga að ég ætti að gera grínatrið til að gera gott inntrykk og vera þekktur sem skemmtilega manneska fyrir foreldrum hennar. Oh my god, Jesus. Þegar ég sá að bakaðar kartöflur voru bornar fram,
fekk ég þá hugmynd að það væri mjög gáfulegt ef ég léti eins og ég vissi ekki hvað kartöflur væru. Ok. Að það myndi vera rosa fyndið. Jæja, leiðið mér að segja ykkur það skaust tilbaka í andlitið á mér. Ég skal segja ykkur hvernig. Svo fyrst þegar kartöflan kom á diski minn, hagaði ég mér mjög áhugasamlega. Ég sýndi fram svipbrigði á andlitinu til að virðast ringlaður og undrandi en á hófstilltan hátt. Hófstilltan hátt. Þau tóku eftir því og virtust ringluð, en gerðu enga athugasemd. Svo ég spurði, þetta lítur út fyrir að vera mjög áhugavert. Hvað þetta? Jesus! Þú veist, hvað hann að hugsa? Hvað hann að pæla? Líka bara, þú veist, vá, af hverju? Af öllu? Af öllu, þú veist, grínið sem hægt að gera. Af hverju að þykjast ekki vita hvað kartöfla? Oh my god, en sko, hvað myndum maður samt gera? Hvað myndum maður gera? Þú veist, líka bara sem kærastan. Hvað myndum maður gera? Gaurinn sem þú er með bara allt í hennu að þykjast vera mest í hálfviti í heiminum að þykjast ekki vita. Ég meina, hún hefur örugglega borðað kartöflu með honum áður. 100%. Líka bara eitthvað, sorry mom, pabbi, hann að kærasta minn er fucking heimskur, þú veist. Já, þau gláttu á mig og móðurinn sagði, þetta er bökuð kartöfla. Ég svaraði, áhugavert, bökuð, hvað er þetta aftur kallað? Nei, oh my god. Og hún sagði aftur, kartöfla. Ég svaraði aftur, kartöfla, áhugavert. Hef aldrei heyrt kartöflu áður, lítur nokkuð vel út. Oh my god, þetta er ekki hægt, sko. Jesus Christ. Eitthvað skrítinn þessi gauður, sko. Ef ég verið kærastanum hefði ég bara hendan út á eyrunum, bara bye, sorry. Þau föttuðu ekki að ég verið að grínast. Þau héldu að ég vissi í raun og veru ekki hvað kartöfla væri. Oh my god. Ég vissi að ég myndi vera afar skammalegur, niðurlægur, þunglindur og viðistiklur í þessu augnablikki ef ég viðurkenndi að þetta væri bara lélegt grín. Þannig að ég hagaði mér eins og þetta væri ekki grín og hélt því fram ennþá að ég vissi ekki hvað kartöfla væri. Oh my god. Já, bara hættir ekki. Var hann bara eitthvað, ok, I'm just gonna go with it as this. Já, bara hættir ekki. Ég ætla bara að halda fram, ok. Þau spurðu mig aftur mjög vantrúið, vissi ég virkilega ekki hvað kartöfla væri. Oh my god. Ég hafði aldrei heyrt kartöflur. Ég tók undir það og sagði þeim, já, að ég hafði aldrei einu sinni heyrt kartöflu. Oh my god. Ég hafði aldrei borðað kartöflu, ég hafði aldrei heyrt orðið kartöfla. Hvað er að? Hver er tilgangurinn með þessu? Ég veit ekki, hann er bara góð við þetta er samt svo illa vandræðilegt, sko. Þetta hélt áfram í smá tíma og kærasta mín var orðin mjög ringluð og vandræðileg yfir bölvuðu uppátæki mínu. Oh my god. Og því meira sem ég sagðist ekki vita hvað kartöfla væri, fóru foreldrar hennar að halda að ég vissi hvað kartöfla væri. Oh my god. Jæja, ég skal segja ykkur að ég þurfti að leggja mig 100% fram á þessum tímapunkti. Þegar ég vildi ekki viðurkenna að ég vissi hvað kartöfla væri. Það bara hann vildi ekki viðurkenna. Oh my god, Fór pappinn sérstaklega að pirra sig á mér. Á einum tímapunkti sagði hann eitthvað á borð við, nú er sko komið nóg. Þú hlýtur að vera að rugla í okkur, viðurkenndu það bara. Oh my god. Og ég sagði, herra, fyrir í dag hafði ég aldrei heyrt kartöflu. Ég veit enn ekki hvað kartöfla er, fyrir utan að þetta sé einhvers konar matur. Ég veit ekki hvað ég á að segja þér. Oh my god, en samt af hverju það þykjast vera svona heimsku, var hann bara, ok, ég er búin að, I have made my bed, nú þarf ég bara að liggja í því, skilurðu. Af hverju ekki bara, ok, sorry. Ég finnst hann bara neitar að viðurkenna þetta sé brandari. Af hverju ekki, ég segi bara, ok, sorry, ég er að grilla ykkur, þetta var misheppnaður brandari hjá mér. Já, ég get nú sagt ykkur að hann var mjög pirraður. Ég ákvað að taka bita af kartöflunni og þegar ég gerði það, gaf ég frá mér hátíðnisljóð og sagði, bragðast fyrir eitthvað skringilega. What the hell? Þá byrjaði pappinn öskra á mig og mamman hélt áfram að segja, hvað ertu að gera? Og kærasti mín fór hún í annað herbergi í húsinu. Shit, ég hefði andur. Hvað hefði maður samt gert sem kærastan? Bara hvað ertu að gera? Gauðin svo með allt í hennu og hún er bara mest í hálfviti í heiminum. Við mataborðið þegar hann er að kynnast mömmuðinu og pappaðinu. Þú veist líka bara, þú veist, ég myndi mér að vera í þessum fótsporum, skilur, þú veist, hvað myndi pappi minn gera? Nei, pappi okkar, skilur, hvað myndi hann gera? Pappi þinn. Já, pappi minn, sko. Já. Það er ekki svo pappi ég. Pappi hennar fekk loksins nóg og sagði mér að drullast út úr húsinu hans. Ok, slay. Ég sagði að það væri órökrétt að koma svona fram við mig bara því ég hafði aldrei heyrt kartöflu áður. Oh my god, gæi. Já, leiði mér að segja ykkur að hann tók því ekki vel. Núna hef ég verið að senda kærustunni minni SMS að ég viti í raun og veru ekki hvað kartöfla er. Ok, af hverju? Ég byrju þannig að hún vissi ekki, hún hefur þó ekki borðað kartöflu með honum, þú veist. Nei, reyndar, hún vissi þó ekki að hann borðaði, að hann vissi... Hún heldur hann sé bara ekki að grínast. Oh my god, nei, sko, ég get ekki, sko, af hverju, gæi?
hvað í alvörunni Ég alveg er kann að hugsa ástæðan á þetta. bak við þetta? Eina leiðin sem ég kemst út úr þessu er að þau kaupið því að ég veit ekki hvað kartafla er. Oh my god. Ég vildi óska þess að ég hefði aldrei byrjað á þessu, en það er of seint að snúa við. Nú! Þetta er svo bizarr vandamál. Þetta er svo skrítið, sko. Ég held að kærasta minn muni slíta sambandin okkar hvort sem er. Nú! En hvað það var í skrítið og myndi gera það, oh my god. Já, hvernig líður eftir þessu sögu? Ég er ógeðslega confused. Ég er alveg pínum bara eitthvað svona hvað var markmiðið? Hvað var markmiðið hjá þessum gæja? Ég veit ekki, hann var að reyna að vera fyndinn. En þú veist, af hverju hætti hann ekki bara við þegar hann sá að enginn var að kaupa þetta bara, ok, þetta er ógeðslega ekki fyndið. Ég meina alltaf vandrarlegt, sko, þú veist, þegar þú ert búin að ákveða að committa, þú veist, aðeins í brandarann. Já. Og þú ert komin svona semi-langt með það. Og þú veist, þá var alltaf mjög vandrarlegt að þú eru að segja að þú hefur verið að grínast allan tíman. Já, það er enda alveg vandræðalegt. En Ég meina, en þú veist, hvað er vandræðalegt? Að segja að þú veist, þú hafir gert heimskulegan brandara eða að láta þú veist reka þig út úr húsinu af reiðum foreldrum ég myndi og bara kærastinn hætti með þér. þú veist, ég myndi alveg bara ónæta, skilur. Ég myndi alveg bara segja bara, ok, sorry, ég var að grilla í eitthvað, skilur. Ég fatt að þetta var ekkert fyndið, þetta finnar í hausnum á mér heldur. Þetta er eitt vesti brandari sem ég heyrt. Þetta er bara, ég hef sjaldan heyrt eitthvað jafn slæmt. Þetta er bara af öllu sem hann gat grínast með, þá bara, þú veist, nei. Þetta er svona typikal redditorar en að gera brandarar. Án jokes. Er þetta ekki fake saga eða? Það getur alveg verið, sko. Nei, svo er ég bara eitthvað, þú veist, ég er að reyna að setja mig í þessi spór. Þú veist, ímyndaði þér að ég hef komið heim með Gunnar þarna fyrir 13 árum. Heim, hitta sveitapappan okkar og mamma hefði verið að gera fisk og kartöflur og eitthvað. Hann hefði verið bara eitthvað, hvað er nú þetta? Skrítið. Ég veit ekki hvað pappi hefði gert. Bara, hvað þetta segir þér ykkur? Hvað er aðeins, strákur? Látt ekki svo eins og fimm. Búum á Íslandi og þú veist ekki hvað kartöflur. Þú er að vita hvað jarðæfli er. Nei, í alvörunni. Þetta er svakalegt, sko. Ég er reyndar, já, sko, ég sem ég trúi þess að ég sagði þessi alvöru. Já. Af því að hún er svo heimskuleg. Heyrðu, hvað hefði þú gert, þú veist, í þessari aðstöðum? Sko, ég persónulega... Ég meina, hvað annað getur maður gert? Sko, í þessum aðstæðum, ég hefði örugglega verið bara of gáttuð til að, þú veist, bara get my head around it, skilur, og ég er alltaf að sletta. Til að, þú veist, ná hausnum á mér utanum hvað væri actually að gerast. Þú veist, ég myndi vera bara, ok, nei, þú veist, bara, sorry, þetta er ekki að ganga upp. Bara sorry, við erum greinilega ekki meant for each other. Oh my god, þannig að hætta að sletta. Við erum greinilega ekki ætluð hvort öðru. Þetta er sko, þetta er eitthvað mest bizarr saga sem oh my god. Ég meina, það er ástæða okkur þetta er á, þú veist, okkur þetta er sögulegu póstur á Museum of Reddit. Ég meina, þú veist, hvað segir fólk við þessu, skilurðu? Það er góð spurning. Já. Ég meina, hún hætti með honum. Já, ok, ég meina... Pabbi hennar... Pappans. Pabbi hennar náttúrulega raka hann út úr húsinu. Hann sá hann að drulla sér út. Af því að hélt í fram að við ekki hvað kartafla veri. Þetta er náttúrulega bara eitthvað, sko, oh my god. Finnst þér að tengdarforeldrar hans hafi brugðist rétt við í þessum kringumstæðum? Já. Já. Nei, þú veist, ég var... Bara ekki já. Bara já. Þú veist, nei, ég veit ekki, þú veist, ég get ekki sett mér í þessu spór. Án jokes, en bara, þú veist, hvað myndi maður að gera ef einhver myndi bara, hvað er kartafla? Skilur þetta eitthvað sem allir vita hvað er? Þetta er alltaf fárlegt, sko. Já, hann að... Án jokes. Ég er með nokkur ummæli hana. Komment. Nokkur komment. Ég er með nokkur ummæli. Já, komum með ummæli. Já, komum með ummæli. Ég til ég veit hvað fólk er að segja við þetta. Einn Reddit user segir: þegar þú ert spurður út í þennan hræðilega brandara, þá skaltu nota sama stiga skuldbindingu til þess að fullyrða að hann hafi aldrei gerst. Já. Kannski haldaði þá bara að þú sér með heilasjúkdóm. Án jokes, bara í alvörinu, bara í miðju heilablóðfalli. Bara hvað er að gerast, skilurðu? Annars segir hérna: mér er alveg samátt að þetta sé fake. Ég elska þetta. Mér finnst hugmyndin að fólk veri reitt út í mann fyrir að vita ekki hvað kartafla er frábær. What? Ok, það er reyndar, ok. Það er reyndar alveg skrítið að þau hafði orðið svona reið. Ég meina, þetta er náttúrulega mjög heimskulegt. Þetta er ógeðslega heimskulegt, en ef einhver væri bara... Já, maður kannski tóna aðeins niður, sko. Já, þú veist, ef einhver væri í alvörinu svona heimskur, ég meina, þú veist, mér myndi vera alveg bara, ok, þetta eru furðulegar aðstæður, við skulum aðeins fara dýpra í þetta, þú veist, já, maður myndi kannski ekki alveg dæma svona mikið, sko. Nei. Heyrðu, annars segir: vá, þetta sýnir allavega að þú ert ekki hræddur við skuldbindingar. Oh my god, heyrðu, það er alveg ákveðin kostur, sko. Eitt annan komment les: hvað í fokkanum er aður?
Einn annar segir hérna að þú myndir frekar hætta á að sambandi klárist heldur en að viðurkenna og hafi verið að reyna að vera fyndin og mistókst. Það er Spurningamerki. spurningamerki. Nákvæmlega. Bara eitthvað í alvörunni. Hvar er hugsunin á bak við Ég meina að þú veist, hún hætti með honum. Já, bara eitthvað af hverju lit, bara í alvörunni. Þetta er mesta svona bara, þú veist, pældi í... Þetta er alveg stórt Þetta er stórt Ég verða að segja það, sko. Bara, þetta er alveg major Crazy Hvað er samt íslenskt orðið við Ég veit það ekki. Bates flag. Bates flag, Bates. Hvað er Bates á íslensku? Rauðbrún. Rauðbrún fáni. Vínrauður fáni. Síðasta kommentið sem ég með hérna les, segðu þeim bara að þú hefur verið bakaður á þessum tímapunkti. Þá munu þau skilja það og trúa þér og allt verður fyrirgefið. Oh my god, eins og sé gott að segja hennar kærustun og foreldrum bara, sorry, ég var bara geggja bakaður. Ég myndi frekar vilja segja þeim bara að ég væri bakaður og þegar þetta gerðist í staðinn fyrir að halda fram að ég veit ekki hvað kartafla sé. Ok, já, hvort er verða? Hvað er vandræðilega? Að hafa verið bakaður hana eða að vita ekki hvað kartafla? Ok, you have a point, þú ert með alveg, já. Þú veist, hann veit alveg hvað kartafla er. Já, ég meina, Hann er bara, þetta er heimskulegasti brandari. Það veit allir hvað kartafla er, come on. Ok, heyrðu, Janna, hvernig fannst þessu saga? Mér fannst þetta geggjast næs saga. Þetta var góð leið til að svona koma okkur inn í umræðefni dagsins. Þetta er svona smá svona... Sammála því. Já. Förum í næstu. Oh my god, yay. Heyrðu, já, næsta færsla. Það því að þessi færsla kemur frá Ask Reddit. Spurðu Reddit. Já, spurðu Reddit. Nei, Ari, ég verði nú eiginlega bara að fá hrósa þér fyrir þessar þýðingar. Takk. Þetta þýðir nú, þetta er bara sko, þú veist, þetta er ægi bara, dedication á íslensku. Þetta er Oh my god, sorry allir íslensku kennarar og bara, þú veist, fólk, bara íslenskt fólk. Ég veit ekki maður. Allt íslenskt fólk. Já, bara fyrirgeðu við séum að tala smá í slettum. Já, það er alltaf. Herri, já, Ask Reddit notandi Smart Calendar 1874. Ok. 3 ár síðan þessi færsla var gerð. 3 ár? 3 ár síðan. Ok. Hún endaði á Museum of Reddit. Ok, spurningi er svona. Hvernig myndir þú losa lítinn sívaning, 5,1 tommur langur, 4,5 tommur í ummál, úr lítilli M&M túbu sem er full af smjöri og stöppuðum banana sem var hitaður í örbyggjunni? Vá, býtu, þú veist, ég er ekki með nógu hraðan heila til að skilja hvað var að gerast. Getum við sagt þetta aftur eða? Hvernig? Já, hvernig? Myndir þú losa lítinn sívaning? Sívaning. Ok. 5,1 tommur langur. Ok. 4,5 tommur í ummál. Úr lítilli M&M túbu sem er full af smjöri og stöppuðum banana sem var hitaður í örbyggjunni. Oh my god. M&M túpa með smjöri og banana? Sívalningur, fastur inn í því. Ok, hvað er svona sívalningur? Það er svona... við þurfum að... Já, við þurftum að kötta þarna. Ég spurði Ara hvað er sívalningur. Svakalegt, sko. Þetta er Hún alltaf vissi alveg hvað sívalningur er. Hún bara man ekki formið. Ég myndi ekki orðið, sko. En svo er þetta ágætt dæmi sem þú sagðir áðan bara hvað, þú veist, Anna veit ekki alveg common knowledge. Þú veist, þetta er svona eitt af því. Þú veist, bara... Þetta er svolítið, já. En ok, nú veit ég hvað það er. Þú veist, hvernig myndir þú losa sívalning úr þessari túpu? Ef ég með túpar M&M? Já, hann er bara að spyrja, þú veist, hvernig myndir þú gera það? Ég myndi bara tosa það úr túpunni. Já, þú veist, hann er að segja hans fastur. Já, hann er reyndar að segja hans fastur. Þá myndi ég ná í töng og setja utan sívalningin og tosa hann út. Já, hvernig myndir þú ná tönginu, þú veist, utan sívalningin að það er fastur hann í túpunni? Er hann inn í smjörinu? Hann er inn í, sko, þessum stöppuðum banana og þessum smjöri. Stendur ekki smá partur af sívalninginum út úr smjörinu og banananum? Það er góð spurning. Við komumst að glæðið þetta smá. Ok, ég myndi allavega, ég held að töng væri alveg, töng er mitt svar. Töng? Já, töng. Þú myndi nota töng? Ég myndi nota töng og grípa utan sívalningin og tosa hann út. Hörru, já, ok, það eru nokkur ummæli hérna, komment, það voru mjög mörg ummæli og komment. Er þetta öll færslan? Þetta er öll færslan. Skrifa hann ekkert meira? Þetta er bara Ask Reddit, hann er bara að spyrja. Þetta er bara spurning? Oh my god. Hann þarf að losa hennar sívalning úr þessari túpu. Mér langar að myndi útskýra þessar aðstæður aðeins betur. Nei, hann er bara að spyrja. Oh my god, ok. Kommentina. Einn segir áttu loftpressu, stingdu langa rörunu á henni inn í túbuna og blástu létt. Sjóðaðu túbuna kannski. Ok. Skerðu túbuna með naglaklippum smátt og smátt. Hann er komið nokkrar svona lausnir, sko. Skera túbuna með naglaklippum? Já. Ok, what? Notandi sem gerði þessa færslu upprunlega, hann svarar. Ok. Sívalningurinn geti skaddast við að sjóða hann. Ok. Það er eina sem að svaraði þessum. Sívalningur geti skaddast við að sjóða hann. Já.
Allt í lagi þá. Ok. Ég elska að sé að lesa þetta post fyrir því, sko. Ok. Annar segir þarft að fá loft inn til að losa þrýstinginn. Ég mæli með að nota öfluga borvél til að bora gat í botnin á M&M-túbunni. Þetta mun leyfa loftinu að komast inn. Oh my god, það er svona sem með krukkur, þegar maður hleypir smá loft á milli þá getur maður opnað þér. Svipa dæmi, sko. Ég lærði þetta daginn, sko. Því stærri sem borin er, því betra. Ok. Notandinn sem gerir þessa færslu svarar aftur: Ég get ekki hætt á því að borin skemmi sívanlinginn. Þannig að hann vill ekki skemma sívanlinginn. Þetta er dýrmætur sívanlingur. Þetta er mjög furðulegt. Þetta er mjög skrítið. Þetta er rosalega furðulegt. Þetta með einhverja kenningar okkur þetta er svolítið skrítið? Ekki ennþá, nei. Nei? Ok. Býta aðeins, nei. Höldum áfram bara einu kommentunum. Ok. Annar notandi segir: Hvað er svona mikilvægt við þennan sívanling? Hann er ekki fastur við þig, eða? Nei, nákvæmlega. Nei, býtu, wow. Hann er ekki fastur við þig, eða? Ari! Hann er ekki fastur við þig? Eða það? Spurningamerki. Nei. Notandinn svarar: Hann er fastur við stærri hlut, svo það er skrítið sjónarhorn til þess að reyna að setja eitthvað annað inn í túbuna. Ha? Já. Ok. Sá sem kommentaði svarar aftur: Ef rörið er ekki úr neinu mjúku, geturðu sagað í gegnum M&M-túbuna? Vona að þetta hjálpi. Notandinn sem gerir færsluna svarar aftur: Hún er úr plasti, túban, sko. En ég vil ekki hætta á að skemma það. Skemma túbuna? Skemma plastið, sko. Ok, af hverju ekki? Af hverju ekki að What? Þá svarar hinn, sko, aftur: Plasti? Og þá svarar notandinn aftur: Ég miskildi, M&M-túban er úr plasti, sko. Þannig að hann hélt að þessi sívanlingur væri plasti. Já, einmitt. Og þá svarar þessi manneskja aftur: Ok, svo ef þú getur ekki sagað hana, gætirðu þurft að ef þú getur ekki sagað hana, gætirðu þurft að nota olíukennt efni eins og vaft í 40, og ef það virkar ekki, gætirðu bara hita smjörið þar til að síður. Ok. Notandi svarar: Sjóðandi smjör gæti skemmt sívanlinginn. Ari. Býta aðeins, ég er farin að halda eitthvað, sko. Hvað segir, hvað er þetta farin að halda? Ég er farin að koma alltaf langt með þetta, sko. Já. Á ég að segja bara sem ég held, eða? Hvað heldur þú? Ég er farin að halda að þetta sé bara limurinn á honum. Nei, heldur þú það? Bara reðurinn á honum, skilur við. Við þurfum örugglega að bípa yfir þessi orð. Nei. Nei, hann sagði að þetta væri fast við stærri hlut. Hann er bara að segja þetta sívanlingur. Það er ekki sönnun að komin að þetta sé límur. Já, hann sagði að þetta væri fast eitthvað annað. Getur ekki nota borvél. Í smjöri og hituðum banana. Af hverju ætla að sé smjör og hituðum banana? Nei, það er góð spurning, sko. Guð minn almáttugur. Þetta er Ari. Hvað ertu að segja mér? Hvað ertu að segja mér? Sá sem gerir kommenti svarar aftur: Þú getur bara þurft að kreista túbuna til að brjóta hana. Bananinn, smjörið ætti að virka sem eins konar bólstrun. Ok. Þannig að hann ætti að geta bara brotið túbuna og bananinn og smjörið getur verið, bólstrun sem myndi ekki skemma sívanlinginn, sko. Já. Þá svarar notandinn sem gerir færsluna uppræðanlega aftur: Vegna stærðar sívanlingsins get ég ekki kreist túbuna nógu vel. Oh my god. Ari, bye. Þú ert ekki að segja mér eitthvað svona sögur, sko. Ok, svo er annað komment hérna frá öðrum annar notandi, sko. Klipptu sívanlinginn frá stærri hlutnum til að auðvelda aðgang. Klipptu svo M&M-dósina. Ef þú fristir hana, þá brotnar plastið auðveldlega með hamarshöggi. Hvað, býta aðeins, pása. Nei. Þú veist hvað, er hann að reyna að varðveita M&M-túbuna eða? Nei, sívanlinginn. Já. Hann er mjög dýrmætur, sko. Já, einmitt. Við vitum ekki ennþá af hverju, sko. Nei, við vitum ekki hugmynd. Þetta er mjög dýrmætur sívanlingur að penalty, sko. Já. Guð minn almáttugur, Ari. Hamarshöggi, já. Festu svo sívanlinginn aftur við hlutinn eftir hann er fjarlægður úr rörinu. Ef þú ert í vesinni með að festa sívanlinginn aftur, þá eru til viðgerða sérfræðingar sem geta aðstofað. Það fyrir eftir í hversu mikið þú metur sívanlinginn. Oh my god, Guð minn almáttugur. Nei, ég er bara farin að halda á þetta og þetta sé bara, þú veist. Það sé hvað? Bara limurinn á hann, skilur við. Já, það er ekki komið neðsvunum. Nei. Við skulum hægja þess á okkur. Við skulum ekki fara of geist. Við skulum ekki fara of geist, sko. Þá kemur annar notandi sem svarar, sko, þessu kommenti. Ok. Ekki mín færsla, en ég hefa á tilfinningunni að sívanlingurinn hafi mikið tilfinningalegt gildi.
my god. Já. Og þá svarar OP sem gerði sko fæsluna upprunalega. OP þýðir original poster. Kjallan er alveg með skamstannar sko. Þetta var Reddit moment. Þetta var Reddit moment move. Það er mikilvægt að símanlingurinn og stærri hluturinn komi út úr þessu óskemmtir. Guð minn almáttur gæi. Það er mikilvægt. Sko, Ari, sumi gæjar. Hvað er að gerast? Við veitum ekki ennþá, ég meina þetta getur verið einhver sílindur eða eitthvað sem er mjög mikilvægt. Ég meina, já, þetta getur verið líka bara mikrofón. Já. Getur mikrofón. Ég meina, mikrofónur eru dýrir. Náttúrulega ef hann er í einhverju stöppum banan og smjöri þá... Af hverju ætti hann að setja mikrofón? Hvað í ósköpunum ætti hann að setja í stappaðan banan? Það er góð spurning, við vitum það ekki ennþá, sko. Nei, við vitum ekki neitt. Heyrðu, já, þá kommentar einn annar hérna. Bro, festirðu tippið þitt í M&M-tubu? Nákvæmlega, við erum öll að sjá í gegnum skítiðin, sko. Við erum öll að sjá í gegnum þetta. Loksins kommentar einhver með greindavísitölu hérna á posti. Ándjóks, þú veist, í alvörunni. Þetta má ekki, sko. Þetta er svakalega. Ef við veitum ekki ennþá hvort það sé. Þetta er náttúrulega, hann er bara búinn að tala með þessi símanlingur. Og þá svarar hann OP, sko, þetta er símanlingur. Það er eins og hann segir. Annar kommentar hérna segir, þú heldur áfram að forða spurninguna. En allir vita að þú festir smávaxna tippið þitt í M&M-tubu. Oh my god! Og þú skammast þín of mikið til þess að viðurkenna að fara á sjúkrahús. Jesús, guð minn góður. Bítur rólegur og það með vonandi línast á endanum og losna út. Þetta er ekki hægt. Eða þú getur þetta að fara á sjúkrahús. Þetta er bókstaflega ekki hægt. En við vitum öll hvað þú gerir. Nákvæmlega, við vitum öll hvað þú gerir. Oh my god, nei sko. Þá svarar hann að OP, sko, original posterinn, þetta er ekki smávaxi tippi. Þetta er símanlingur af meðalstærð. Nei sko, Ari, býta þess, hefur heyrt sögur frá fólki sem vinnur ofna bráðamóttökum. Já, það er crazy. Hjúkrunarfræðingum og sjúkrunarliðum og læknum bara eitthvað, þú veist, þeim munir aldrei ímynd ykkur. Endalaust einhverju dræsli í raskatir á einhverjum, sko. Já, bara skrýtnu hlutir líka sem fólk kemur inn með bara eitthvað, já, þetta er vandamál mitt, bara eitthvað, hverjum dettur þetta í hug? Ég sko... M&M-hólkur með smjöri og banana. Hvað það ekki farið bara út í búð og keypt sér eitthvað... eitthvað alvöru sem maður getur notað. Ari, þegar þessi saga byrjaði, það fyrsta sem ég hugsaði, já, smjör og stappaði banani, það er oft gefið hérna unga börnum það. Já. Sívalingur getur verið kubbur eða eitthvað, voru dýrmætu kubbur, en nei, við fórum bara þangað. Nei, hann er ennþá að neita þetta sé, hann heldur í fram að þessi sívalingur, sko. Það er ekki hægt að vera svona. Það er hann að eitt kommentirinn viðbót. Þetta er að finnasta sem ég lesi í allt kvöld. Takk fyrir það. Same. Þetta er síðasta kommenti sem ég með. Nei, sko. Já, þetta er, veistu, ég ástundum ekki orð yfir því hvað fólk er vitt. Já, við fengum samt eitthvað staðfestingu að þetta væri Ari. Limurinn á honum, sko, þannig að við vitum það ekki ennþá. Nei, við vitum það ekki. Við erum ekki að setja fram hérna getgátur hérna, en ég er nokkuð viss um að sé sívalingur. Þetta var meðalstór sívalingur. Já, fólk er svo stundum, þá ég er bara flabbergasted, sko. Bara ég, af öllum, sko. Að fara áfram næstu sögu. Ég er svo tilbúin, let's go. Bara, þú veist, ég þurfti að taka smá bara svona... Já, næstu færslu. Ég þurfti að taka smá svona andæfingar eftir þetta. Nei, öndunaræfingar. Andæfingar? Nei, sko, ég held að þessi fyrsti þáttur okkar ætlaði að vera bara svona, þú veist, á léttu nótunum. Já. Mér veist að vera frekar létt. Þú ert bara að fara með okkur í djúpulegina, en ég elska það. Ég bara, þetta eru svakalega sögur, sko. En já, ég er tilbúin. You ain't seen nothing yet. Eins og fyrirvændi forseti segir, sko. Já. Næsta færsla kemur frá subreddinum Funny. Heitir bara Funny, þú veist það bara finnir hluti settinn á þennan subreddit, sko. Þessi færsla heitir Kona mín grenjar við gjörsamlega allt. Ég meina allt. Oh my god. Svo ég byrjaði að skrifa niður ástæðunar. Út af ástæðum. Oh my god, Þetta er eftir notanda sem heitir Technically Wrong. 10 ár síðan. Wow. 2016, ekki 2000. 2016 var árið, sko. Crazy ár. Ástæðunar
ég með að skrifa hérna niður þýtar á íslensku náttúrulega Oh my god, vel gert Fyrsta ástæða að hún fann út að svanir getur verið samkynhneigðir Ég held að vera að segja eitthvað sem að hann gerði Holy Nei, hún fann út að svanir getur verið samkynhneigðir og henni fannst það mjög indæl Ok Já, hún grænjaði svona Já, það er náttúrulega bara happy græn sko. Ok Happy grænji Grænju með jóði Ok Ástæða nummer 2 hún var þunn og sá mynd af gríslingi Hættu Vá Ok, býta þess Ég ætla að gefa þér það að gríslingur ógeðslega sætur Nei, sko bara gríslingi Þú veist, ekki gríslingur úr Ekki gríslingur úr Bangsímon Nei, ekki gríslingur úr Bangsímon Bara gríslingur Bara svona alvöru lifandi gríslingi Hættu, þeir eru ekkert sætir Þú veist Hún fór alltaf að grænja Ég kannski fannst hún að ljótur og fór þá að grænja Ég veit ekki Ástæða nummer 3 að dungkennd kanína slapp frá refinum í heimildamyndinni sem hún horfði á Hvað meinaru? Býtu Dúnkend Fluffy sko. Oh my god Dúnkend kanína Ég elska að þú þýttir Fluffy yfir í Það dúnkend? Já, það dúnkend Hefur ekki séð fallega dúnkenda kanínu áður? Ég hef séð fallega dúnkend Við áttum náttúrulega einu fyrir kanínu Kalla kanínu sem reyndist vera konu kanína Manstu eftir henni? Já, oh my god Það er langt Það er mjög langt Já, krakki sko Já, þú varst alveg low-key krakki sko Ég er náttúrulega að verða öldungur núna sko Ég á afmæli á morgun Já, heyrðu, til að hafa ekki afmæli á morgun Hvað ertu að vera gamall? 50? Þú svo fyndin Nei, hérna er alveg öfundsjúk Þú ert að vera 26 í Getum við bróði minn 26 í Hæðilegt sko Ástæða nummer 4 Já, nefnir, ég er ekki komin ennþá yfir ástæðu nummer 3 Ástæða númer 4 Fór hún að grenja því að Dúnkend Oh kanína. my fucking god, ok Það var ekki til neitt keks í húsinu Oh my god Ok, það ég tengi Það er relatable Sko, ef þú ert með cravings, skilurðu Ef þið langar eitthvað virkilega í eitthvað Það er ekki til Það er ekki Og hún er kannski hangry Ég alveg tengi, sko Finnst þér að vera grenju worthy sko? Nei, reyndar ekki Ég myndi líklegast ekki grenja yfir því að það var ekkert í keks, sko Ástæða nummer 5 Ástæða nummer 5 Hún man eftir því að svanir getur verið samkynhneigðir Oh my god Er ekki allt í góðu það? Ég veit ekki alveg hvort það sé allt í góðu Ok, þetta er samt eitthvað annað level Hún hlýtur örugglega að vera bara ólétt eða Kannski, ég meina kannski þessi gaur 8 ára og er að deyta þú veist 9 ára stelpu eða eitthvað Oh my god, ok Grenja svo mikið Ok, það var alveg eðlilegt sko Þú veist, Grenja út í skrýnustu hlutina sko, ef þú ert 9 ára Það mátt alveg grenja verið að segja til keks heima sko Ó, maður þarf að passa sig að vera 9 ára reddit sko en núna Já, ekki vera að gera það Ég vona að þessi engin 9 ára að hlusta heldur á þetta podcast Guð minn almáttur Heyrðu, já, ástæða nummer 6 Til í það Ég reyndi að halda í hendina á henni þegar hún var óviðbúin því Oh my god Og fór hún að grenja? Já Ok Allt í lagi Það er alveg, sko, það er alveg svolítið ómikið, sko Þetta er svakalegt, sko Það er eitt að réttlæta grenj við mörgu, sko Grenj Já Ég elska grenj Já, ég líka, þetta er gott orð, sko En ekki þessu, kannski Ég meina, sjokkið við að einhver snerti bara hundarinn í allt í Ég meina, þú veist, þú ert ekkert einhver ef þetta er kærastiðin Já, en þú ert ekki að búast við í, kannski, þú veist, bara óviðbúinn í húsinu líka á sófanum allt í lagi horfa á Netflix Ok, ég gef henni þetta og einhver tekur í höndina, það getur verið, þú veist, ég veit ekki einhver hryllingur undir sófanum Já, það er það sem það getur verið Kannski, þú veist, ég veit ekki Nei, ekki heldur, maður veit aldrei, Ari Nei, bara eins og með hana sívalengin við vitum ekki ennþá hvort þetta hafi verið náttúrulega, það var ekki staðfest Sko, þetta var augljóslega Við skulum ekki vera að pæla í því Nei Ástæða númer 7 Ég eldaði mat fyrir hana eftir langan og erfiðan dag Ok, býta þess Það er svolítið hórsam sko. Það er sann, sko, ef þetta var svona ég er grenn Sko, ég ætla að játa, ég hef gert það líka Ég er svona meira að ímynda mér ögglíkræðin að Kim Kardashian alltaf sko Oh my god, nei sko Það er fyndnara í hausnum á mér Það er reyndar ógeðslega fyndið En þú veist, ég samt sko Ég tengi alveg þetta Ég ætla alveg að réttlæta þennan grátur sko Þú veist, ef maður er búin að eiga ógeðslega erfiðan dag Og hann eldar eitthvað bara gómsætt Skilurðu, hvað það eru uppáhaldsmaturinnar Nei, það er bara eldaði mat Já, ég bara, þú veist, bara Svoðin fiskur kannski Já Kartöflum Ég veit þetta
Veitir þetta ekki hvað kartablaðir er? Oh my god, nei sko ég myndi alveg, sko ég hef farið að grænja þegar Gunnar hefur eldað góða mat fyrir mig þegar ég átti erfiðan dag Það er samt alveg, það er alveg Já, það er alveg, hann reyndar eldaði kjöt í karrí sko Heyrðu, síðast ástæðan sem hann skrifaði niður allavega Ok, Hún horfði á myndband hund Jesus Christ Oh my god, hvers konar myndband hund? Ég stendur bara myndband Guð hund minn almáttur, ok Sko, Ég meina hún hlýtur að vera mikil dýramanneskja, þessi kona Hún er að grenja yfir að svæðin séu samkynniðir og á hún saman mynda gríslingi og Já, dúnkennt reyndar. kanínasla frá refinum já vá, þetta reyndar allt dýr nema maturinn Það er náttúrulega maturinn var örugglega dýr einu sinni en Guð Ari Björn Jésús Ok, já, ég meina Nei, heyrðu, já, getur þú vegan Þú ert úr sveit Þú ert úr sveit Er ég sveitt? Nei, þú ert úr sveit Já, Þú ert úr sveit, hérna, maður býst þú alveg líka? Já, ég er rétt Nei, þú veist, já, maður, sko Ég nefnilega, sko Ég hef alveg sagt stundum eitthvað svona sem er kannski svona full sveitalegt fyrir þau sem er ekki sveit Já. og það er alveg, það fer ekki alltaf það hittir ekki alveg stundum á naglan, Það er sko alltaf bara því það gerist, það er bara alls upp í sveit, þú veist Já, maður segir stundum eitthvað svona Hefur þú grenjaðir einhverju mjög random, þú veist, skrýtnu áður? Vá, Ari, erum við að fara niður í þessa Ég kannuhólu bara að spyrja, þú þarf ekki að svara ef þú vilt ekki Þetta er djúp kannuhóla Ég bara, já, eins og dúnkent kanínum Hef ég grenjað yfir einhverju sem að sko hvað sagðir, yfir einhverju sem að Bara yfir einhverju mjög, þú veist, handahófu, random sko, ég hef grenjað yfir ógeðslega mörgu handahófskendu Já, það er eiginlega bara, vá, það er svo erfitt að hugsa hérna á staðnum hvað það er já, veistu, ég hef grenjað yfir ógeðslega random hlutum já, ég grenjaði einu sinni þegar sko, hérna, þegar Gunnar gaf mér seinasta bitan á súkkulaðinu sínu nei, þú veist, ég alveg meina, hann hefði, ég á mjög erfitt að deila súkkulaði hvað þá síðasta bitanum þú veist, en hann gaf mér síðasta bitan sinn auðvitað fer ég að grenja og svo manni líka eftir þegar litla frænka mín hérna sagði Anna í fyrsta skipti ég á bara já, það er náttúrulega, þú veist, það er samt alveg, ég myndi segja að það sé svona í ok, það er kannski ekki random venjulegri aðstæðum, sko já, en svona random, sko, nei það er örugglega fullt til af einhverju sem ég hef grenjað yfir en ég man ekkert svona á staðinu, sko Myndirðu hafa þolið með þig fyrir mannesku sem grenja svona út í allt? sko, ég veit ekki hvað ég að segja því að þú veist ég er alveg svolítið grenjari, sko Já grenjari já, ég er alveg svolítið grenjari þannig að þú veist það þarf alveg svona smá þolinmæði í mig, sko þannig ég pínu bara En við erum að tala um, sko, mannesku sem grenjar af því að það var ekki til einn keks í húsinu, sko ég verða að játa að ég myndi við örugglega ekki hafa þolinmæði það, nei Ég meina þetta hlýtur bara að vera mjög næs, þú veist, maður sem er mjög þolinmóður já, minna, þú veist það lítur allt út fyrir það Meira þolinmóður en ég Guð minn alváttur, já, ég meina þú myndir ekki hafa þolinmæði í þetta Þetta er svakalegt, sko Heyrðu, nokkur kommentir á ummæli nokkur ummæli Já, some comments here comments here sjáta þetta á hérna Á Smosh, já, það er svolítið svona í anda þeirra Inspiration fyrir hennar þátt, sko já. Ég elska að hlusta á hennar við elskum Smosh hérna redditsögur á YouTube og mælum með líka Fyrsta ummæli er segðu henni að þú sért samkynhneigður Það ætti að láta hann að gráta meira oh my god, ok Að minnsta kosti virkaði það á fjölskylduna mína nei ok, þetta tók beygju sem ég var ekki að búast við Svakaleg komment wow, þetta er svaka kommentari oh my god, og já, Hvað finnst þér um þetta? Þetta komment? Já, þetta komment Sko, ég vorkinni gæjanum Já að fjölskylda sá fyrir eitthvað að grenja þegar hann sagði þeim það Ég meina, við veitum ekki af hverju fjölskyldan skrenja að þau voru örugglega bara eitthvað skrítin Nei, ég veit það ekki Kannski voru ánægð Vonandi voru þau ánægð Já, þú meinar Það þarf ekkert alltaf að grenja bara út af hryllingi Já Nei, Það grín sko, heyrðu hausinn er skrúfaður rétt á í dag Vonandi það var bara mjög ánægjulegt grenj Ég ætla að vona það líka Þetta komment er sem sagt með 1,3 þannig uppátt, sko Oh my god sem er alveg slatti, en þú veist Líka bara að hann hafi ekki elaboratað Nei, það kemur einn komment á þetta sem er með svakalega uppátt, sko Ok, wow Ekki í þessum póstand Ok Herjá, annað komment hérna sem segir ef þú sýnir henni hennan lista þá mun hún líklega gráta aftur
Ángríns. Og einhver svarar því líklega vegna þess að hún mun muna aftur að svanir geta verið samkynhneigðir. Guð minn almáttugur. Ég meina, ok, það er alveg cute skiluru, en come on. Come on. Tvísar út af því, sko. Ég er að býða fyrir einhverju plottvisti. Er eitthvað plottvistari? Nei, þetta er bara... Þetta er bara listi. Er þetta í alvörunni bara gælla sem grænja yfir allir þessu? Ég meina, þetta er alltaf... Ef við ætlum að taka, þú veist, við erum alltaf að taka face value en á orðinu frá Redditorum, sko. Já, reyndar, það má ekki... ekki... veit aldrei hvað er alvöru og hvað er ekki, en... Það er samt gaman að tala um þetta. Þetta er á mjög síma fyrir Reddit, þannig að þetta er mjög áhugaverður... Það er alveg rétt. Áhugaverð færsla, sko. Já, maður getur aldrei tekið, maður þurfum að taka þessu með hérna smá snef af salti. Já. Anna kommentina sem segir, hvenær fæðist barnið? Ég var að segja! Þetta er svakalegt, svona Reddit comment. Já, reyndar, þetta er mjög svakalegt. Þetta er sko, hvenær er konan alltaf grein, hvenær er hún að fæða barn? Hvenær er hún að fæða barn? Hvenær kemur barnið út? Þú veist, já, ég hugsaði samt líka bara eitthvað, þetta gæti verið eitthvað svona, þú veist, kannski er hún ólétt, það er bara með ógeðslega mikla hormóna í gangi, skilurðu. Já. Túr. Harry, þetta grínast í mér það? Þetta er eitthvað sem einhver á Reddit myndi kommenta, sko. Síðasta kommentið sem ég er með hérna á þessari færslu er muniði eftir því þegar Wilson flaut í burtu? Oh my god! Manstu því það? Castaway, Tom Hanks. Veistu, það er einn besta mynd sem ég séð. Og ég er ekki djókir, ég hef séð hana 3 sinnum, ég grænja alltaf jafn fast. Svakalega. Sko, ég vill það fara að grænja við að tala um þetta. Wilson! Já, líka bara... I'm sorry, Wilson. Það er svakalegt. Líka bara af því, þú veist, hann er búin að gera andlit á hann og það var bara eini vinur sem hann gæti tala við mörg ára á þessari fucking eyðieyju. Svakalegt. Svo bara fer hann í burtu. Flýtur burt. Og maður er komið með eitthvað svona tilfinningar þegar tengst við einhvern fucking bolta. En honum var bjargað á endanum, sko. Tom Hanks. Já, Tom Hanks, já. Ekki Wilson samt. Ekki Wilson, við veitum ekki hvað gerir það. Sko. Þetta var góð færsla. Ég var alveg að búast við einhverju plottvisti, ég var alveg að játa það, því ég var bara svona, ok, þetta er allt um dýr, en það hlýtur að vera þú veist, bara, það hlýtur að vera bara litla stelpu eða kött eða eitthvað. Ég veit ekki, þetta er náttúrulega með skrýtnar í fæslum segir litur, sko. Þetta er sant, þetta er, sko, sumt að þessi er alveg relatable. Já, eins og keksið. Keksið er relatable, sko. Já. Við að fara yfir næstu fæslu þá? Ég til ég. Hvernig fannst þér þessi? Heyrðu, þessi var góð. Þessi var alveg svona, þetta var fyndið. Það var létt. Hún var létt. Heyrðu, næsta færsla er sem sagt frá Ask Reddit aftur. Ok. Titillinn er Þú fær tækifæri á að stunda kynlíf með einni raunverulegri mannesku úr allri mannkynssögunni. Ok. Hver er draumamakið þinn? Já. Það er ekkert annað. Þetta er svakaleg spurning, sko. Heyrðu, já, það er kommentina sem sagt hæsta kommentið á þessum post, sko. Já, þetta er bara spurning eins og áðan svona þetta er bara Já, þetta er bara spurning og ekkert annað, ok. Þessi færsla var sem sagt með 21.000 like, eða þú veist, upvote. Wow. Efsta kommentið hérna er með 18.000 upvote. Wow. Það er svakalegt, sko. Það er stíð meira heldur en færslan. Já, það er nálægt í, sko. Hann segir, mér langar að stunda kynlíf einu sinni enn með konunni minni sem lést úr krabbameini fyrir 9 árum. Nei. Líkami minn þráir hennar. Æi. Gallinn við að finna þá réttu er að hún geti dáið ung og skiliði eftir með eilíða löngun. Úff, wow. Svakalegt. Takk fyrir að slíta mig hjartað. Þetta er svakalegt. Shit. Heyrðu, svo er einn sem svarar því. Wow. Og hann er með 28.000 upvote. Ok. Sem meiri fæslan. Ó, guð. Allt í lagi. Hann segir, ég kýs líka dauðu konuna sem er með þessum gaur. Nei! Þetta má ekki sko. Dude. Svakalegsta komment sem ég Nei, lesi á Reddit, sko, hi, bye. Ég á ekki til eitt auka tekið orð. Já, sæl. Ok, þetta er brútal komment. Þetta er bara, ég hef aldrei heyrt brútal komment in my life. Ég verði ástæða okkur að með 28.000 like. Líka ég var bara eitthvað, hver getur verið, ég held að myndi koma eitthvað get wholesome. Ói bara. Æi. Líka bara fleiri like að þetta komment heldur en kommenti hjá gæjan sem sakna konuna sinna. Já, en sko, þetta er ógeðslega fyndið. Það verður að veikina, sko. Þetta er fáránlega fyndið, sko. Því miður, þá er þetta ógeðslega fyndið. Shit. Djöfisins reply, sko. Vá, veistu, sko, hvernig þorðan þessu? Ég meina, sumir eru bara... Með hreðjar, on jokes. Cojones. Hvað er að gerast?
Já, Ok, sætt. þetta er wild. Já, þetta er þessi saga sem sagt. Þetta er Þessi svakalegt. færsla. Þetta er svakalegt komið sem ég hýrt. Já, við ekki bara fara í næstu færslu. Þetta er Má maður anda, það sko. var svo þungt, sko. Næsta færsla er sem sagt frá hérna subreddinum Grilled Cheese. Grilled cheese. Ok, ég Eins viss. og samlokan. Já, ég viss. Já. Ok. Notandi sem heitir Fuck Blue Shells gerði þessa færslu fyrir Hvað? 11 árum. Jesus, ok. Titillinn er Áhugavert. Mér býður við ykkur. Mér býður við ykkur. Já, á r/grilled cheese. Bara you disgust me, basically. Já. Oh my god. Shit. Þetta er ready þetta? Já. Er ég reddi í þetta? Ég veit ekki. Oh my god. Grilluð ostasamloka samanstendur aðeins af eftirferandi hlutum. Osti og brauð með smyrju. Venjulega smjöri. Þetta subreddit samanstendur eingöngu af bræðingum. Næstum allar grillaðar ostasamlokur sem ég sé hérna innan gæsalappa, sko, Já. eru með fullt af mismunandi álegjum bætt við. Wow. Sú staðarind að þetta subreddit heitir grilled cheese er ekkert annað en guðlast. Wow, hvað hann er bitur? Er Ertu að grínast það? Wow, er þetta Þetta postin? er apparently bara CEO of grilled cheese hérna Oh my mættur á svæðið. god, bara eitthvað, mér býður við Það ykkur. er bara býðið ykkur, þú veist. Það segir þetta séu bara bræðingar á þessum subreddit. Oh my god. Leyfið mér að byrja á því að segja að ég hef ekkert á móti bræðingum. Ég hata bara tengingu þeirra við samlokur sem eru ekki grillaðar ostasamlokur. Wow. Viltu bæta osti við á túnfisksamlokum þeirna? Það kallast túnfisk bræðingur. Algjörlega öðruvísi. Ok. Viltu bæta við beikoni og einhverju yfirlætislegri brauðmylsnu með spínati? Ég veit ekki hvað í ósköpunum ég myndi kalla það, en það er ekki grilluð ostasamloka. Oh my god. Býta aðeins. Já. Var það Brynja sem skrifaði þetta? Nei, alveg. Þetta er færsla sem að gæti verið skrifuð af Brynjari, eldri bróður okkar. Fyrir það sem vita ekki, það er já. Hann er eldri bróður okkar. Eldri bróður okkar sem er mjög ástríðu fullur mat. Þetta er matsárasti gæi sem ég veit um. Svipafni. Nei, sko, ég er að segja þeirra. Þetta er bara svakalegt, sko. Ég meina, hann veit apparently hvað hann er að tala um. Já, hann veit hvað hann er að segja þessi. Ég er hvorki trúaður maður nýja nála því að vera matreiðslusérfræðingur, en sem kryddlaus hvítur miðvestur kallmaður Guð. er ég mögulega ástríðu fylsti einstaklingurinn þegar kemur að grilluðum ostasamlokum og makarónum með osti. Já, við heyrum það. Allir þið matgæðingar haldið ykkur fjarri grilluðu ostasamlokum mínum og hættið að tengja samlokubræðingana ykkar við þær. Wow. Ég segi bara enn og aftur, þetta er algjört guðlast og það hristi mig í kjarna fölu veru minnar. Sko, almáttugur minn eini. Hvað Hvað er að... Passionated með það. Ok, þetta er samt bara... Þetta er next level. Shit, ég hætti að læðast á Reddit eftir 3 ár og bjóð til hennan prófíl í þeim eina tilgangi að birta þessa færslu. Oh my god. Ég hef séð færslu eftir færslu grillaðar ostasamlokur fólks allt Reddit og það hefur verið að gera mig brjálaðan. Leið og ég sá hana subreddit í morgun, þá fekk ég loksins nóg. Fuck, ég geti jafnvel stofnað mitt eigin subreddit bara vegna þess að ég veit að þessi er til. Þið bölvuðu villutrúa menn. Virðið grillaður ostasamlokur og hættið að breyta þeim í hvað sem er. Og elskið hana bara fyrir það sem hún er. Eða búið til bölvaða bráðnuðu samlokun ykkar og kalli hana réttu nafni. Bræðingur. Wow, hvað hann er bitur. Þetta er Er þetta postin? Þetta er postin. Og hvað það er langur postur. Já, ég meina, hann lítur úr fyrir að veit hvað hann sé að tala um, sko. Já, hann er bara að ranta. Já. Hann er bara virkilega hört. Já. Hún er bara býður við fólkinu að þau séu að gera eitthvað annað heldur en bara samloku með osti. Já, ég meina, titillinn er mér býður við. Oh my god. Ég hef bara aldrei heyrt, bitran við mat. Þú veist, ég held að Brynjar væri the limit. En það er bara ekki þannig, sko. Nei, sko, Ari, Það er maður, sko, sem veit hvað kartöflur eru. Brynjar? Já. Nei, eigum við eitthvað að tala um það, eða? Nei, oh my god, sko, Brynjar, varst það ekki þú sem fórst í keppni við hann? Ég reyndi það. Já, Brynjar og Ari Það er bara hægt. En hún eldur alltaf fyrir rosa marga, hún mamma. Og á einhverjum jólunum þá gerði hún einhver bara mörg kíló af forsunum kartöflum. Og Brynjar var bara eitthvað, hei, kom í keppni, hver borða mest? Og Ari bara eitthvað, ok, slay. Þú hættir eitthvað 11 eða eitthvað. Ég held ég að ná 15, sko. Ó, þegar þú náðir eitthvað 15 eða Ég náði að geta slatakartöflum, sko. En Brynjar, hann náði að borða 37 kartöflur. Svakalegt, sko. 37 kartöflur. Svakalegt. Er ekki allt í góðu eða? Og náttúrulega sósu og hamburgarhrygg með því, sko. Piknik og alls konar, sko. Ég bara, veistu,
ég á ekki til eitt aukatekja orð. Það þurfti náttúrulega næstu að bera hann upp stigann til að taka upp gjafirnar, sko. Ég hef einu sinni tekið slæsu af pítsu hjá honum. Ég geri það aldrei aftur, sko. Nei, þú bara, það eins og bara himinn og jörð ferst ef þú gerir það. Dauða refsidómur í Róm hérna til forna. Guð almáttugur. bara passið ykkur á honum, neitjók. Hann er samt indæll, sko, við elskum Brynjar. Sko. Við erum bara aðeins að stríða honum. Já, aftur í þessa fæslu. Hún fekk 58.000 upvotes, sem sagt, like, sko. Í alvörunni? Já. Oh my god. Ég er svona manneska sem myndi alveg ekki nenn að lesa þetta einu sinni. Nei. Ég myndi alveg vera bara eitthvað, oh my god, þetta er bara eitthvað gæi, bara going on grilla samlokur. Hvernig fannst þér að einhver sé að lesa hana, þú veist, fyrir þig? Það er reynda gaman. Ég fíla það, þú veist. Ég kann að meta það. Mér finnst alltaf gaman þegar að vera að segja mig sögur og ég er bara mjög hissa. Þetta er með betri sögum hann á Museum of Reddit. Já, þið finnst það? Ummæli, komment, lítur út fyrir að OP, original poster, sé við að bræða úr sér. Oh my god! Ok, þessi er góður. Þetta er Reddit comment, sko, en þetta er gott Reddit comment. Þetta er svona típist Reddit comment. Ég elska fólk á Reddit, þau eru með svo sniðu comments. Ok, annar komment er hérna sæll. Ef ég hefði mikla ástríðu fyrir hlutum og þú hefur fyrir grillaðir í ostasamloku, þá var ég líklega búin að gera eitthvað við lífið mitt. Ángríns! Tengi! Svakalegt. Vá, þetta er gott komment. Þetta er, já. Ég meina þessi maður veit hvað hann vill og hann, þú veist, stendur við sína lýsingu af grillaðri ostasamloku. Já, þetta er ástríða. Þetta merkir mikils fyrir honum. Ég var að reyna að segja it means a lot for him. Á íslensku. Ég reyna að hætta að sletta, það gengur ekki tóla vel. Nei, það skiptir ekki máli. Já, þetta er rendurinn á þessari fæslu. Já, thank God. Maður veit hvað hann vill. Heyrðu, já, þá förum við bara yfir næstu fæslu. Hey. Síðasta fæslan í dag. Síðasta fæslan í dag. Þetta er tilbúin í þetta. Ég er ekki viss með að segja tilbúin í þetta. Er ég tilbúin í þetta? Titillinn er, þessi saga er frá Confession. Játning. Já, /Confession. Ég elska játningar. Eftir notanda sem heitir Learned But fyrir 8 árum. Ok. Titillinn er Ég var 22 ára gamall þegar ég komst að því að ekki allar fjölskyldur eiga kúkahnýf. Oh my god, ertu að taka poopknife, Harry? Já, poopknife, maður. Ok, sko, ég hef heyrt, ég las þetta einhvern tímann fyrir svona 5 árum eða eitthvað. Ég man samt ekki alveg hvað gerðist í þessu. Nei, það er gott. Oh my god, þú ert ekki að taka kúkahnýf í fyrsta Reddit-þættinum okkar. Kúkahnýf? Ég var 22 ára gamall þegar ég komst að því að ekki allar fjölskyldur eiga kúkahnýf. Ok, ég þarf að svona andlega koma mér í gíri fyrir þessa sög. Þessi saga er rosaleg. Hún er svakaleg. Ég man ekki alveg hvað gerist en mér minnir hún hafi verið svakaleg. Ok, þetta er því að Nei, en við skulum bara gera þetta. Guðmundur. Ok, fjölskylda mín kúka stórt. Oh my god. Kannski er það erfðafræðilegt, kannski er það mataræðið okkar. Ok, ég get þetta ekki strax. Ég er strax farin, sko. En allir í fjölskyldinu minni leggja svakalega skítadrumba í klósettið. Er slæmt þessi 29 ára síðan þá hlægi við svona bröndurum. Jesus Christ, kúkur og piss. Ef einhver hefur lagt mega kúk í klóið, hvað meinar þú? Þá veistu stundum að hann muni potið ekki styrtast. Ég vil ekki heyra restina, sko. Við erum að komast í genið til löngs að. Úff, ok. Kúkurinn liggur þvert yfir. Ég get þetta ekki, maður. Ari, þú ert hugrakkur fyrir að vera að taka þessa sögu í fyrsta podcastinu, þáttunum okkar, sko. Jesus, nei, sko, ég er ekki að grínast þér. Nú hættir örugglega helmingur af þeir sem er að hlusta, sko. Hvað meinar maður? Það er ekki finnar en piss og kúkur, sko. Fred piss og kúkur. Því miður þá er það ennþá rosa fyndið. Ok, kúkurinn liggur þvert yfir gatið á botni skálarinnar og hvirfibylurinn af frárennandi vatninu gefur honum bara smá vinalega snúning á meðan hann hæðist að manni. Hættu! Vinalega snúning? Vinalega snúning. Já, ok. Þegar ég var að alast upp var þetta nógu algengt að fjölskylda okkar átti kúkahnýf.
Oh my god. Það var gamall ryðgaður eldhúsnýfur sem hékk á nagla í þvottahúsinu. Bíddu, í þvottahúsinu? Ryðgaður eldhúsnýfur sem hékk á nagla í þvottahúsinu. Ok, okkur var hann ekki inn á baði. Ok, alltaf. Það líka hengur bara á nagla. Ok, ég er strax disgusted. Bara til að vera notaður í þeim tilgangi til þess að afstípla klósettskálina. Það var nokkuð eðlilegt að ganga ganginn heima og einhver hrópaði á mann: Hey, geturðu náð í kúkanýfinn fyrir mig? Jesus Christ, maður! Ertu að segja mér að sé einhver fjölskyldi í þessum heimi skrýtnanum við? Ok, slay. Vá, geggjað. Ég hélt að þannig hnífur væri bara staðalbúnaður. Sóskál, klósettbursti og kúkanýfur. Staðalbúnaður. Nei! Jú, hvað Meinarðu? Ok. Spólum tilbaka þegar ég varð 22 ára. Það er liðin 1 eða 2 dagar á milli kúka og ég er... Sorry. Ég get ekki þessa sögu. Þetta er bara eitthvað annað, ok. Og ég er heima hjá vini mínum. Vini minn var lokal eiturlyfjasalinn og hafði alltaf gesti innan gæsalappa í heimsókn. Því þú getur ekki keypt gras án þess að sitja á raskatinu og smakka það í klukkutíma. Guð minn góður, ok. Ég afsakaði mig á klósettið og lagði gífurlegan skít. Guð, hvert er þetta að fara með þetta? Ég lít niður og sá að hann væri á hlið. Hvað meinar? Sá að hann væri á hlið? Kúkurinn? Hvað er þetta? Ég get ekki þess að sögu. Svo ég opna hurðina og kallaði á vin minn. Nei. Hann kom og ég baði hann um kúkanýfinn sinn. Kúka hvað? Kúkanýfur þinn, svaraði ég aftur. Nei. Ég fara að nota hann, please. Hvað í fokkanum er kúkanýfur? Svaraði hann. Augljóslega á hann einn, en kannski kallar hann viðkvæmara nafni. Oh my god. Saurkuti, skítuskiptir. Ari, þú þýddir þetta ekki svona. Jú, þetta eru þýðingarnar. Ég útskýri hvað ég vil og hvers vegna ég vil hnífinn. Hann byrjar smátt og smátt að flissa. Svo skelli hlær hann, svo fara allir aðrir að hlæja. Það kom í ljós að tónlistin var stopp og allir heyrðu bæni mínar í gennum klósettina. Þetta er náttúrulega bara eitthvað það vandræðasta sem að gæti gerst. Þetta er bara, þetta er hryllingur. Þetta er byrju kúkanýf heima hjá okkur. Pældi að vera heima vini sinni bara eitthvað, opna hurðina bara eitthvað, hey yo. Það er kúkanýf, hvað gefur kúkanýfin? Það kom líka í ljós að enginn þeirra átti kúkanýf. Nú! Þetta var bara mín klikkaða fjölskylda með sín klikkuðu innibli. Oh my god. Fuck my life. Ég sagði konunni minni þessa sögu í gærkvöldi. Henni fannst það mjög fyndið en hún var líka skelkuð á sama tíma. Það kom í ljós að hún vissi ekki hvað kúkanýfur væri og hefði verið að nota gamla ryðgaða hnífinn sem hékk í þvottahúsinu sem einfaldan verkefni. Nei. Hvað meinarðu? Býttu, ég get ekki. Sem betur Ég var búin fyrir að gleyma þessu, maður. Já, þetta er svakalegt. Þetta grínast í mér eða? Jesus Christ. Sem betur fyrir eldaði hún ekki með hnífnum. Ég ætla að segja það. En hún notaði hann oft í að opna Amazon-kassa. Nei, barasta. Hvað myndi maður gera? Ég veit ekki, En hún var bara eitthvað casually að nota Ég hnífinn. meina, já, henni fannst hann fyndið, sko. Hún er búin að ákveða að kaupa sér sinn eigin verkefni. Það er gott hjá henni. Þetta er sagan. Ég er flabbergasted, Ari. Nei, alveg, líka bara, þú veist, það að geyma þennan kúkanýf í þvottahúsinu. Akkur ekki að geyma hann? Það er svakalegt. Nei, alveg, akkur ekki að geyma hann einhvers staðar inn á baði eða eitthvað svona. Ég skil þetta ekki. Hliðin á klósettbustanum eða þú þarft að nota hníf til þess að choppa kúkinn. Pældi að kúka það stórt. Nei, Ég meina, fyrsta setningin í þessu sögu er fjölskylda mín kúkar stórt. Sko, það er eitt að hafa svona fáránlega út úr kortinu fjölskyldu hefðir. Þetta er náttúrulega bara þau bara skýta svo mikið Þetta er hryllingur. og stórt. Nei, þú veist, það er eitt að hafa það, skilurðu, og annað að koma með þetta bara eitthvað á Reddit, skilurðu. Og þetta er bara saga sem hann þarf að lifa með að sé fræga eilífu. Hann viljandi sagði frá þessu. Hann viljandi sagði frá þessu bara eitthvað, heyrðu, við notum hníf til að choppa upp kúkin okkar. Greiði konan hans, þú veist. Hún veit núna hvað kúkanhýfur er allavega. Já, takk fyrir þetta, Ari.
Þú veist þú líka hvað kúkanýfur er. Já, Herri, já, hann bætti aðeins við póstin hérna seinna. ok. Þessi notandi. Oh my god. Edit, sko, eins og það er kallað á einsku. Já, hann editaði pósturinn bætti Editaði við. pósti. Ok. Algeng spurning sem ég fæ, af hverju var þetta ekki á baðherbygginu í stað þvottahússins? Það sem að ég var að segja, Já. án gríns. Svar, við áttum bara einn kúkanýf og þvottahúsið var í miðjunni frá öllum 3 baðherbygjunum. 3 baðherbergjum? baðherbygjunum. Ok, halló, ok. Ég hef ekki hugmynd af hverju við áttum ekki 3 kúkanýfa. Ég veit bara að við áttum ekki fleiri. Það hefði verið eðlilega að eiga bara einn hníf á hverju klósti, skilurðu. Við áttum bara einn. Hugsanlega vegna þess að pabbi minn var alræmdur niskupúki. Þannig að já, við deildum kúkanýfnum. Þannig að ég gæti ekki keypt hníf Ég gæti ekki keypt hníf. til að choppa upp stóru kúkana Veistu hvað kúkanýfa kosta? Ég vil eiginlega ekki vita, ekki að það er bara eitthvað þeng. Nei. Þú veist, þetta er bara eitthvað. Ég er bara að segja, þú veist, ok, þannig að hypothetically, ef þið myndu selja kúkanýfa, Já. hvað heldur þið myndu kosta? Já, ég myndi segja að það væri alveg 1200 kall, sko. Já, allavega. Já, en ég meina, þú veist, Það var hann frekar nískur, sko. já, hann er svolítið nískur, sko. Meina maður kúkanast okkur með þess að degi, þú veist, það er fínt að ég að góða kúkanýfa, þá. Já, það er rétt. Ég bara, þú veist, ég er orðlaus, sko. Þetta er eitthvað sem að maður myndi aldrei pæla í, skilurðu. Oh my god. Það er bara pælt ég að kúka svona stórt að þú þarf bara að tjópa upp. Heyrðu, bítu. Ari minn, Hvað? ég er nú alveg með eina góða hérna úr æskun okkar, sko. Hvað meinar þú? Manstu, það á... Nei, ég ætla að tala í baðinu. Ansku. Hættu, þú veit ekki að segja þetta. Þetta býr í hausnum á mér og borgar enga leigu og er búið að gera síðan ég var 6 eða 7 ára gömul, án jokes. Ok, meðan aðrar fjölskyldur eru greinilega með hérna kúkahefðir, þá eru við með hérna kúkaminningar, Ari minn. Nei, sko, þessi minning, hún býr rent free in my head. Ég reyndar man eftir þessu líka því þetta var crazy moment. Þetta er bara, þú veist, þetta í alvörunni, ég þarf að fara í sálfræði með fyrir út þessu. Nei, sko, ég var svona 6-7 ára og Ari var 3 ára. Eitthvað þannig. Og við vorum saman í baði. Getur þið að vera yngri, sko. Held ekki, þetta var örugglega 2003 held ég. Ok. Og hérna, já, við vorum sér saman í baði því að mamma og pappi náttúrulega eiga 1.000.000 börn, þannig þurfti að baða börnin saman, sko. Þau voru svona nálægt í aldri. Ekki mér að kenna þegar svona mörg börn. En já, mamma var búin að setja okkur í bað og leta okkur fá dót og alls konar shit í baði, skilurðu. Svo fór hún fram og ætlaði að græja þvottin á meðan því að hún var að multitaska, skilurðu. Bara fucking awesome kona hérna. Svakalega, sko. Heyrðu, svo erum við bara eitthvað að leika okkur í baðinu, bara eitthvað lalli og ég ætla að ná í dúkku sem var í baðinu. Heyrðu, kemur þá ekki bara svamlandi hliðin á mig einhver risalortur stærsti flóter sem ég hef séð í lífinu mínu, kemur bara eitthvað svamlandi hérna, bara casual í hliðin á mér og ég náttúrulega bara öskraði lífs og sála krafti bara, nei, mamma, það er kúka í baðið og þú og svo var ég sko, ég hef Nei, sko, ég hef aldrei verið reið við þig bara á ævinni minni. Ég var svo móðguð að hafi kúkað í baðið og ég náttúrulega skammaði þig ógeðslega mikið og þú varst bara 3 ára, þannig að þú varst náttúrulega að hágrenja því ég var að skamma þig svo mikið. Já, hún bara öskra á mig. Og þarna var sko Gerði ekkert af mér. Nei, þú skýrst bara í baðið. En þú veist, þarna varst þú 3 ára, hágrænjandi, ég 6-7 ára, hágrænjandi, skilurðu, og bara eitthvað, mamma! Og mamma kemur inn, bara heldur að hafa eitthvað hræðilegt gerst. Heyrðu, heldur að gamla fari ekki bara í mínútur hláturskast, bara á gólfinu, og lætur okkur bíða með kúknum í baðinu. Ég er bara að gleyna. Svo bara, þú veist, mamma bara eitthvað í hláturskast á gólfinu, og þú þarna, í panikinuðinu, tekur kúkin og hendur honum út úr baðinu. Þú veist, af því að Anna systir var svo reið. Ari, þetta er náttúrulega bara ekki hægt, sko. Og ég var svo reið, nei, alveg, og veistu hvað verra er? Svo þegar mamma, kellan, var loksins búin að fokki hlæja. Heyrðu, heldur hún taki ekki þig fyrst upp úr baðinu og skilji mig eftir í kúkavatninu þínu? Kúkavatn? Á meðan hún tekur þig úr baðinu. Ég bara, þú veist, ég veit ekki alveg. Sko, partur af mér líka bara, Anna, þú var 6-7 ára, okkur fórst ekki úr baðinu. Svo er ég bara eitthvað, þú veist, maður fer bara í svona fight, flight or freeze þegar það er kúkur hliðin á manni, skilur. Já. Maður fer bara í svona, ég fór bara í eitthvað svona fristi moment,
En já, safe to say, þá allavega fekk ég annað bað, ekki með þér, og ég held að það hafi verið skipt sem við höfum farið í bað saman. Og þið sko? Bara, thank fucking god. En Já, mér hrættu við eftir öskraðir svona á mig. Já, Ég veit ekki hvað í bað með. Nei, ég fekk nýtt bað þarna hinum minn, ég fór ekki í sama baðkarið, sko. Ég þurfti að fá nýtt baðkar, af því að ég var brjáluð, Ari. Bara brjáluður understatement. Ég meina shit happens, þú veist. Hvað þú ert fyndin. Já, þetta var semast, þetta var smá svona side note, þetta var svona útúrdúrssaga. Ég trú ekki að hafa talað þetta. Heyrðu, þú tókst púpnæf, sko. Já, reyndar. Ég meina, þetta er samt svona sterk byrjun á podcasti við Kúkur og piss, það er sterk kúk og piss og prump, mjög þroskuð. Einhver festi titlingin á sér allegedly Festi sívaling inn í einhverju. Festi sívaling allavega inn í M&M-túbu. Þú byrjaðir alveg svona rólega, sko. Ég held að vera að fara að koma bara með wholesome sögur, bara eitthvað gælla grænni við kanínu. Nei, komst ekki bara í kúkanífin, skilurðu. En já, ég varði eiginlega bara að segja þessa sögu, því þetta er svona eina þessu minningu sem maður fer aldrei, sko. Ég var svona, þetta er svona in the back of my mind, sko, en ég var samt búin að, það er langt síðan ég hugsa þetta. Þú varst líka, ok, to be fair, þú varst 3 ára, sko. Já, en þetta er ótrúlega, þetta er svona clear minning, sko. Já. Af því að þetta var svo crazy. Ég bara, maður man ekki eftir hluti fyrir maður 3 ára, en þetta er vivid. Líka bara gamla, bara í 1 stykki hlátuskast á gólfinu, bara eitthvað, váka börnum mínu eru fyndin, bara eitthvað, gott, þú getur skemmt þér. Ég meina, þú lappar, þú veist, þú ert að baða börnin og þú lappar inn og einn er búin að skýta í baði, henda því út og hinn á grænja. Þú veist, ég meina, það var ekki að finnast það situation sem ekki getur verið í. Þetta var mestu flóter líka. Ég hef aldrei segjað mikið flóter. Hann var bara svamlandi eins og bátur. Þetta sé orðið flóter. Bara eins og bátur. Svamlandi, hvað? Gísli Súrsson? Og ég lesa komment. Já, heyrðu, við erum ekkert búin, sko. Umæli hana. Hvernig ég geta þessi komment til þetta? Ég veit það ekki, þetta er ekki hægt, sko. Ok. Einn notandi segir gamall ryðgaður eldhúsnýfur. Við skulum vera hreinskilin við okkur sjálf. Þetta var ekki ryð. Ó, nákvæmlega. Þetta var ekki ryð á hnífum, sko. Nei. Ok, þetta er svakalegt. Let's be honest. Komment hérna, sko. Næsta. Annar notandi segir Við áttum pisskrukku á mínu heimili. Nei, hættu. Pabbi geymdi Tupperware-krukku í eldhúsglugganum á bak við gluggatjöldin. Í stað þess að ganga upp á aðra hæð þar sem var klósett, þá pissaði hann í krukkuna og hellti henni niður í vaskinn og skólaði hana svo með heitu vatni. Oj, bara af hverju? Ekki spyrja mig. Þetta er ógeðslegt. Ok, þetta er viðbjóður. Mamma hendi notuðu krukkunum og pabbi keypti nýjar í staðinn. Nei, akkur ekki bara fara á fucking klósettið. Ég og bróðir minn notuðum þær í mörg ár áður en við áttuðum okkur á því hversu skrítið og fucked up þetta var. You're not alone. Þetta er svakalegt komment. Líka bara, mamman, sér hvað hann er meðvirk, bara eitthvað, já, elskunda mína, endilega pissi allar þessar krukkur og ég skal bara henda þeim eftir ykkur. Ég meina, ef pabbi er svona skrítið, þá hlýtur mamma nú vera eitthvað skrítið líka, já, sko. Líka bara, já, reyndar og bara meðvirk. Henda þessu, skilur, hvað er að gerast? Annar notandi skrifar hérna, hvað í andskotanum borðið þið öll? Ángríns. Hvað eru þið að geta allir að gera svona stóra? Þú veist, ég veit ekki. Lotta, eins og þú sagðir. Kannski eru þið að borða bræðingsamlokur. Alla daga, rókeslega mikið. Annar notandi segir, kúkarnýfur er barbarískur. Fjölskyldan okkar nota kúkaskeiði. Hættu! Hann er náttúrulega grínast. Oh my god, ég ætla að segja það. Kalt henni. Og ég er með svo mikla myndum í haustum á mér sem er ekki að fara, sko. Nei. Annar notandi segir wow, þetta segir mér allir viniðinni hlóaðir fyrir þetta, þá fannst þér samt nógu eðlilegt að hengja bara þinn eigin kúkarhníf upp í skáp og nefndir ekki að segja konuninni að hann ætti ekki að vera notað til þess að opna kassa. Ángríns! Bara, þú veist, það tekur enga stund að segja bara eitthvað. Bara, hei, ástu mín, þannig að þessi hnífur sem hangir hérna, ég nota hann til að skera kúki minn, þannig ekki vera eitthvað að smyrja brauðið eða opna Amazon kassa. Ég meina, hann alltaf hélt að þetta væri mjög venjulegt þeng, sko. Pældu í því að halda það. Þannig að kannski bara var hann að búast við og vissi hvað kúkahnífurinn væri. Já, reyndar, en það er samt alveg pínu fucked up líka. Það er svolítið crazy, sko. Annars notandi segir hérna, ég er að nota annan Reddit aðgang því ég þarf að koma bara frekar vandræðalegri frásögn frá mér hér. Nei, ekki meira. En þú ert ekki einn í þessu. Fjölskylda mín átti líka kúkahníf þegar ég var að alast upp. Einmitt í þessum tilgangi. Nei. Ég meina,
Oh my god, maður, sko, sama hvað maður að gangi gegnum í lífinu eða eitthvað, maður aldrei greinilega. Sem betur fer vissi ég hversu skrítið þetta var sem barn og hafði aldrei þá óhefni að ræða þetta við annað fólk. Ég hef líka síðan komist að þeirri niðurstöðu að þetta væri í klósettinu okkar að kenna en ekki mataræðinu. Ég stíplaði ennþá reglulega þótt ég ekki neinum vandræðum með önnur salerni. Já, kannski þurfa þeir bara að láta tjekka lagna hjá sér eða eitthvað Ég hef ekki verið með Gústafsberg. Guð minn almáttugur, Ari. Sko, Gamli góði Gústi. þú og þitt Gústafsberg þurfum að fara eitthvað, sko. Þegar ég flutti inn í þetta hús, þá fekk ég bara ræðin yfir því að ég var ekki með Gústafsberg. Svakalegt klósett. Já. Já, síðasta kommenti sem ég safnaði mér hér. Þú þarf bókstaflega bara að borða meiri trefjar. Já. Matskeið af höfrum út í smoothie ætti að duga, kannski með smá chia-fræjum, eða auðvitað bara meira grænmeti. Hvað er að tala um? Grænmeti? Ari, come on. Fólk borðar alveg grænmeti, sko. Já, ég borða. Já, það er alveg rétt. Það bræður okkar hérna aðeins. Já, reyndar. Við erum svolítið að skjóta bræður okkar. Þeir eru ekki mikið grænmetinu. Það virðist bara vera ættgengt því að þið eru öll að borða trefjasnitt mataræði saman. Heilbrigður kúkur kemur auðvitað út, ekki þarf að þrýsta. Hvað erum við að tala Og er fín þykkur með spíralaga lögun sem passa við þarmana. Nei, nú hættir alveg. Sko, Er bara doctor of shitting mættur Ég er þetta. að, þú veist, Bara the shit expert. Andjó. Ég skrifa þetta ekki bara til gamans. Kúkur er mikilvægur heilsu. Það er engin erfðafræðileg ástæða fyrir því að þú þarft krúkahníf. Þetta er mataræðis kall eftir hjálp. Oh my god. Þetta var síðasta kommentið. Wow. Bara doctor of pissing and shitting. Bara mættur literally, hérna. þetta er bara expert, bara sérfræðingur Það í er alltaf þessum einhverjum málum. sérfræðingar á Reddit, sko. Já, það reyndar. Sama hvaða þræði maður er inn á. Það er alltaf einhver sérfræðingur. Ari, þetta var svakalegt topic í svona þetta. Umræðinni, já. Já, þetta var svakalegt. En sko, ég er ekki frá því að þú hafi náð að valda áhuga fólks á Reddit. Á Reddit? Það er örugglega eitthvað fólk sem að er núna bara hei, ok, Reddit er skemmtilegt. Nei, ekki það að fara. Nei, ég meina, ekki þið fíla ekki svona sögur, en ég meina, þú veist, þessi seinasta saga var svakaleg. Ari, þetta er náttúrulega bara eitthvað, sko, líka bara að þetta sé til, hann bara skrifa þetta á netið. Ég meina, ég vona að þetta sé alveg svo. Já. Getur fake. En Hlýtur að ég alveg meina, þetta er eitthvað sem ég geti trú að hafi gert. Það er reynda bilaðar játningar hann inni, sko. Það er greið. Vonandi fyrir við bara einhvern tímann í það seinna, en Oh my god, bara sér þátt í játningaþátt. Oh my god, það verður geðvægt. ég held að þetta Bara komið að málslokum. komið að málslokum hérna hjá okkur í fyrsta þátt áhugavaldar. Já, býttu, lof mér að fallbeita, Pétur. Lóð mér að falla. Heyrðu, ég held bara að það sé komið að lokum hérna í fyrsta þættinum okkar áhugavalda. Guðs í lóð. Þessi fólk, sko, ég veit ekki alveg hvernig mun ganga upp úr þessu, sko. Það verða ekki allir þættinur okkar kúkapiss, sko. Hvað var upp á þess aðeins? Heyrðu, því miður þá var það púpnæf. Ég elska hennan grilled cheese guður. Já, sko. Hann veit hvað hann vill og ég meina hann sticking by it. Hann veit hvað hann syngur samlokur, sko. Já. Já, Það er rétt hjá honum. Já, mér fannst þetta Sívalingsagan, hún var helvít góð líka, sko. Þetta voru mjög góðar sögur, sko. Já. Þetta var bara, ég var alveg að fíla þetta, sko. Já, nú fær fólk áhuga á Reddit, ég er að segja það. Við vonum að þið hafið fengið einhver ánægð að hlusta á þessar skrýtnu Reddit sögur? en Ég er ekki frá því. ég heldur segjum bara bless í bili, það ekki? Já, algjörlega, og við bara sjáum stressi í næsta þætti. Ég ætla að taka umræðuefni í næsta þætti. Við segjum bara takk fyrir okkur í dag. Já, bara takk fyrir að hlusta. Við erum ótrúlega ánægð með að vera búin að gefa núna út fyrsta þáttir. Ok, bye! Ok, bye, love you, bye!